Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarvina að hætt verði við þrengingu Grensásvegar. Þá tekur fyrstur til máls borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tek hér til máls undir þessum lið. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarvina hafa lagt til að hætt verði við þrengingu Grensásvegar og að hætt verði við þær framkvæmdir upp á 170 milljónir króna sem að samþykktar voru í aðgerðaráætlun hjólastíga og göngustíga í umhverfis- og skipulagsráði í liðinni viku. Þetta mál á sér svo sem ekki langa sögu en þó. Það var sams konar tillaga á borðum meirihlutans á síðastliðnu ári og var þá umdeild. Hún er umdeild einnig núna. Sama dag og þetta var samþykkt birtist frétt þar sem að viðtal var við tónskáldið Jón Ásgeirsson sem býr í Eyrborgum þar sem að hann sagði frá því að hætt væri að framleiða mat í matsal Eyrborgar helgar og það væri gert í sparnaðarskyni að hætta því. 2 dögum síðar var viðtal við skólastjóra grunnskóla í Reykjavík, það sé formann skólastjóra félagsins, félagsskólastjóra hér í Reykjavík í grunnskólanum og þar lýstu þeir miklum áhyggjum yfir þeim yfirvofandi niðurskurði sem verið var að vinna að. Ég nefni þetta tvennt af því að það er svo sláandi. Það er svo sláandi að sjá það að verkefni sem að maður vill auðvitað alls ekki að verði skorið niður, skuli verið skorið niður með þessum hætti. Ég persónulega tók það sárt að sjá vin minn Jón Ásgeirsson, tónskáld, kominn á þennan stað. Ég fannst þetta niðurleggjandi fyrir hann að þurfa að standa í þessum sporum að biðja mat. Ég hef rætt við hann meðal annars hér þegar hann var hér í sölum borgarstjórnar fyrir á þessum fundi og það sem hann sagði auðvitað alveg rétt. Hann sagði að þetta er svo mikilvægt félagslegt atriði að þeir sem að þarna búa eigi þess kost að koma niður og hittast og borða saman. Þetta eru sem sagt þær aðstæður sem og þessi mál 2 og 3 sem við erum að fjalla og eru skerandi. 170 milljónir króna að fara í að þrengja þessa götu og ég veit að það er einhverjir sem ég eftir að koma hér upp og segja að þetta er bara hagsmunagæsla fyrir bíleigendur og eitthvað svoleiðis sem eru þetta algjörlega gjörsamlega út í hött. Þetta hefur farið marga hringi í umhverfis- og skipulagsráði. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa lagt til ýmsar leiðir til þess að auka öryggi. Þrátt fyrir það að við skulum hafa hugfast að þetta er ekki hættulegur götukafli. Mér fannst merkilegt að verða vitni að því að borgarstjóri sendi út í sínum vikulega pistli einhverja frétt einhvern svona ummæli þar sem hann rökstyður þrengingu Grensásvegar með því að hafi bíl verið ekið inn í garð 30. nóvember, reynda þegar færðin var verst í Reykjavík, að þá misti ökumaður stjórn á bíl sínum og hann lenti inn í garð og sá að það hús var við Grensásveg. Þetta er náttúrulega svona, sumir kallaði nú orðið tilfinningaklám. Þetta er svona bara eitthvað sem kemur málinu akkurat ekkert við. Þarna varð óhapp og ökumaður missti stjórn á bíl sínum og það hefur þessar afleiðingar. Í bókun meirihlutans í umhverfis- og skipulagsráði þá reyndar kemur eitthvað svipað fram. Það sem að stendur í bókun meirihlutans: það hefur gerst trekk í trekk undanfæri misseri að bílstjórar missa stjórn á bílum sínum og bíll hafnar inn í húsagarði við götuna. Og ég náttúrulega fór á stúfana, þetta las ég upp með leyfi forseta. Ég hef farið á stúfana og farið að spurst fyrir þetta hjá Samgöngustofu hvar upplýsingar þetta er að finna. Er það virkilega svo að fólk sem ekur niður Grensásveginn hafi bara enga stjórn á bílu sínum og keyrir bara inn í garða? Ég bara fann það ekki, sá það ekki og þeir sem ég ræddi við hjá Samgöngustofu gátu ekki upplýst slík óhöpp. Þannig að ég bara bið formann umhverfis- og skipulagsráðs sem að koma hér upp og upplýsa það hvernig hann getur komist að því að bílar trekk í trekk
aki inn í garða. Hér algjörlega ónauðsynlega aðgerð að ræða á sama tíma og starfsfólk borgarinnar situr við það hörðum höndum og reynir hörðum höndum að skera niður þjónustuna hvar sem er. Formaður umhverfis- og skipulagsráðs sagði þegar í sjónvarpsfréttum að það ekki verið að skera niður grunnþjónustuna. Það auðvitað ekki rétt. Það verið að skera niður grunnþjónustuna. Það verið að skera niður þjónustuna í grunnskólum borgarinnar og leikskólum. Ef það ekki grunnþjónusta, þá ekki grunnþjónusta. Það verið að skera niður þjónustuna við aldraða. Það verið að skera niður þjónustuna þannig að þeir fá ekki lengur mat helgar í matsal. Það auðvitað grunnþjónusta. Það eiginlega grundvallar mannréttindi. Þannig að hér verið að fara af stað með götu sem verið að þrengja, færa úr 4 akreinum í 2 og gera 2 göngustíga. Og ef menn skoða hjólastígaáætlunina, þá munum við sjá það að verðið á metersfermetrin, verð per meter á þessum göngustíg eru 242.000, sem það langdýrasta sem að nokkur fermetri á þar sem verið að gera hjólastíga. Hérna þetta ber með sér svo augljóslega að þetta gæluverkefni fulltrúa hér í þessum meirihluta. Ég vil leyfa mér að segja að þetta hljóti eiginlega vera helst gæluverkefni formanns umhverfis- og skipulagsráðs. Við munum auðvitað fjalla þessa tillögu eftir. Ég vil bara strax í upphafi biðja forseta það þegar kemur að atkvæðagreiðslu þetta mál að það verði nafnakall. Af því ég bara hreint og beint trúi því ekki að hér sé fólk í þessum meirihluta sem að til dæmis á að stýra grunnskólum, frístundaheimilum og leikskólum borgarinnar. Og ég eiginlega svolítið skemmt yfir því að einn borgarfulltrúi hér skuli vera flissandi yfir þessu af því hann skilur ekki alvöruna og það eiginlega svolítið sorglegt. Það svolítið sorglegt að mann skuli ekki sjá þetta og það eiginlega sorglegt að myndavélarnar skuli ekki snúa í hinn áttina líka svo að hægt sé að horfa á svipbrigðin þegar þetta sagt. Ég vil gjarnan sjá hver afstaða þeirra sem að stýra skóla- og frístundamálum og leikskólum borgarinnar eða velferðarmálum, hvort að fólk geti virkilega sætt sig við það að verið sé að taka peninga þegar allt í niðurskurði, þegar það þarf að skera niður 420 milljónir í velferðarmálum, 670 milljónir í skóla- og frístundamálum, þegar verið að reyna að fylla upp í 2,2 milljarða gat á fjárhagsáætlun, þegar við blasir að niðurstaða rekstrar á síðasta ári var 13 milljarðir í halla og þegar hallinn á árinu áður 2014 voru 2,8 milljarðar, að þá engu að síður skal staðið við það að þrengja Grensásveg fyrir 170 milljónir, sem sennilega fer svo í 200 milljónir eða eitthvað meira. Mér finnst þetta að vera galdrakveðjur. Það eiginlega blaut tuska í andliti á þeim sem að hafa þetta erfiða verkefni, sem að þurfa að sannfæra borgarbúa sem að treysta á þjónustu borgarinnar að það sé mikilvægara að fara í þessa aðgerð á Grensásveginum. Fyrir utan það að þetta gagnslaust, þá sjáum við það að þarna rétt hjá hættulegustu gatnamót landsins, en það ekkert gert til þess að vinna í því. Það ekki slys á Grensásveginum, en það slys náttúrulega á gatnamótum Miklubrautar og Grensásvegar. Og það hættulegustu gatnamót landsins. Það ljósastir gatnamót, þeir hættulegust þegar tekið slys og óhöpp með og án meiðsla 2010-2014 eða slys með meiðslum 2010-2014. Langhættulegustu gatnamót á höfuðborgarsvæðinu. Það verið þó nær að menn snéru sér að því að minnka slysatíðni, komið vekk fyrir slys eins og frekasti kostur á þessum tiltekna stað. Frekar en að eyða peningum að mér finnst í óþarfa. Ég sem sagt reikna náttúrulega með því að hér komi fólk upp og snú út úr þessu á alla kanta því að, hvað sagði borgarstjóri, það verið að gera borgina fyrir fólk. Þannig að þeir sem að aka Grensásveginn, foreldrar sem eru að aka börnum sínum í Breiðagerðisskóla eða leikskólanum í nágrenninu, þeir eru ekki fólk.
því þeir eru keyrandi á bíl, þeir eru ekki fólk. Það er ekkert verið að hugsa þá. Leið og fólk stígur upp í bíl þá er ekki lengur fólk. En ef það er gangandi eða hjólandi þá er það fólk. Ég næ ekki þessari röksemdafærslu. Það bara stenst ekki, þetta er bara einhvern veginn út í bláinn svona. Þetta er einhver frasi sem menn hafa tamið sér að láta frá sér. Ég óska eftir því að, bara svo ég endurteki það, að formaður umhverfis- og skipulagssviðs komi hér upp og þá segja okkur frá því hvernig bílar hafa trekk í trekk verið að aka inn í nærliggjandi garða. Það verður fróðleg frásögn. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og þá er hv. borgarstjóri og skattur og þetta andsvar við borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég get ekki stillt mig það eftir þessa ræðu að kalla eftir aðeins nánari skýringum hjá borgarfulltrúan. Hann lýsti áhyggjum af fjárhagsstöðu borgarinnar og það er rétt, við erum í ákveðnum aðhaldsaðgerðum. En hann gleymdi að geta þess að það hefur verið breið samstaða það í borgarstjórn að vegna aðstæðna að þá hefur enga síður verið samstaða það að bæta inn á fjárfestingaáætlun sérstökum peningum til þess að auka endurgerð á götum og malbyggi, laga holur og fara í sambærilegar aðgerðir. Það má segja að það að taka Grensásveginn sé eitt af því, þó peningar inn á það komi líka af hjólreiðaáætlun. Og á að skilja málflutning Sjálfstæðisflokksins þannig að hann vilji núna að farið verði yfir fjárfestingaáætlunina þegar kemur að götum og endurgerð og malbyggun og það skori niður í ljósi niðurskurðarins rekstramegin. Hingað til hefur nefnilega umræðunni milli fjárfestingar og rekstrar ekki verið blandað saman og það hefur verið býsna góð samstaða að auka í vegna gatna og endurgerða stíga og svo framvegis. En nú er þessu viljandi blandað saman í umræðunni og ég vil bara fá þetta á hreint. Vill Sjálfstæðisflokkurinn taka þessar ákvarðanir auki fé út af holum og endurgerð malbyggs, endurgerð á Grensásvegi tilbaka almennt, snýst þetta bara hjólastígana meðfram Grensásvegi, sem bara lítill hluti af upphæðinni sem við erum að ræða hér. Númer 2, í umræðu fjárhagsáætlun, hér fyrir örfáum mánuðum, þá var talað mat. Ekki sem lykil grunnþjónustu helgar, þó að í mínum huga sé það, og allir Reykvíkingar sem á þurfa að halda geta fengið heimsenda mat helgar. Nei, Sjálfstæðisflokkurinn, hann boðaði nauðsyn endurhugsunar á velferðarkerfinu, þar sem þessar matarsendingar voru kölluð ólögbundin þjónusta sem mætti missa sín og fara til einkaaðila. Er líka orðin stefnubreyting á Sjálfstæðisflokknum að þessu leyti. Hv. borgarstjóri hefur lokið að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, það er svolítið erfitt að koma hér upp og fara aftur í umræðuna sem var hérna fyrir ári, vegna þess að fyrir ári þá fórum við nákvæmlega yfir það hér, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, hvaða tillögur við höfðum það að auka öryggi gangandi og hjólandi Grensásveg, þannig að hægt verið að þvera hann að miklu meir öryggi heldur en í dag. Við lögðum til dæmis til að gerði gangbraut yfir Grensásveginn, við lögðum til að lýsing yrði bætt, við lögðum til dæmis til að hraðamælingar eru teknar upp. Ekkert að þessu hefur verið gert, það er hægt að gera svo miklu meira fyrir miklu minna. Og þetta hlýtur borgarstjórinn að skilja, ég held að hann sé bara viljandi að reyna einhvern veginn að drepa málinu á dreif með þessum hætti. Ég get farið yfir þetta nákvæmlega með honum, þetta eru til uppdrættir að þessu, þetta var allt saman unnið á umhverfis- og skipulagssviði og lagt þar fram og samgöngu deild umhverfis- og skipulagssviðs falið að vinna nánar úr því og gefa álit sitt á því. Þetta liggur allt saman fyrir. Þannig að það þarf ekkert að fara að dreifa þessu út alla trisvar eins og þetta er gert. Hitt bara þessi tilvitnun, það er svo auðvelt að koma einhverja tilvitnanir sem enginn kannast við og enginn mann eftir á ári síðar eða svo. Við skulum ekkert fara út í það. Við skulum bara halda okkur við það sem við erum að ræða. Satt að segja að það var svolítið þreytandi að þetta er akkúrat sérgrein borgarstjórans að fjalla eitthvað allt annað en það sem skiptir máli. Finna sér einhvern krók, einhverja hækju, einhver stað til þess að hanga á og tala það sem ekki skiptir máli. Höldum okkur við aðalatriði hér. Það er hægt að gera, það er að nýta 170 milljónir eða hátta því með allt öðrum hætti en hér er verið að gera í þágu borgarbúa og einmitt í þágu þeirra sem helst þurfa á því að halda, eins og ég hef bent á.
Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni, hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði nú að hlífa borgarfulltrúunum við því allavega á þessu stigi að rifja upp að tillögur Sjálfstæðisflokksins Grensásveg voru mun dýrari en svo útfærsla sem hér til umræðu. Hún var mjög dýrari og alls engin sparnaður hugmynd hvorki fyrir mat handa fólki né nokkru öðru. Hún var einfaldlega dýrari. Spurning mín snerist ekki það. Hún snerist hitt, hvort að Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi, væri svo langt kominn í lýðskruminu að hann væri búinn að gleyma þeirri sátt sem var að bæta við peningum til endurgerðar og endurbóta í gatnakerfinu, eða hvort hann væri búinn að skipta skoðun og treysti sér til að lýsa því yfir að það ætti að draga úr fjárframlögum á fjárfestingaráætlun til endurgerðar Grensásvegar, til holufyllinga í gatnakerfinu og endurgerðar Malbiks. Treystir hann sér til að segja það eða er ekkert að marka það sem hann er að segja í þessari umræðu? Og í þriðja lagi þá vil ég að hann svari því hvort að Sjálfstæðisflokkurinn sé ennþá á þeirri skoðun að heimsendur matur til gamals fólks sé ólögbundin þjónusta sem þurfa að endurhugsa og færi við til einkaaðila eða grunnþjónusta eins og hann sagði í umræðinu hér áðan. Því þetta var meginatriði í ræðum Sjálfstæðisflokksins í fjárhagsáætlun hér í haust að minnihlutinn hefði ekki kjark til að endurhugsa velferðarþjónustuna í lögbundna og ólögbundna. Og þetta verðum við bara að fá svar við ef að umræðan Grensásveg á að snúast heimsenda mat. Hv. borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ég get ekki annað haft en bara áhyggjur af borgarstjóranum Degi B. Eggertssyni. Ég get ekki haft annað en áhyggjur af manni sem að tala 170 milljón króna breytingar á Grensásvegi og hann reynir að snúa upp í það hvort eigi að laga holur á þessum kafla eða ekki. Þetta er svo ólíkt, þetta er svo mikil vitleysa, þetta er svo mikið fyrir utan það sem við höfum að vera að fjalla Ég gæti valið þessu ýmis sterkari orð, skal reyna að halda aftur að mér í því. Höldum okkur við það sem skiptir máli. Höldum okkur við það að það er hægt að gera miklu meira fyrir miklu minni pening og það er bara ósatt, það heitir nú lygi á venjulegu máli, að tillögur Sjálfstæðisflokksins hafi verið dýrari heldur en þær tillögur sem hér eru á borðinu. Þær voru miklu ódýrari, þær voru skynsamlegri og þær voru jarðbundnari. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni þá gerir hv. borgarstjóri stuttathugasemd. Ég get ekki látið hjá líða að vekja athygli á því að ég lagði 2 einfaldar spurningar fyrir borgarfulltrúann í þessu andsvari. Önnur var sú hvort að borgarfulltrúinn væri komin á þá skoðun að það ætti að draga tilbaka þá aukningu í endurgerð gatna, malbikun, viðgerðir og Grensásveg sem bætt var við, eða hvort að málflutningur hans snerist bara Grensásveg, annars vegar, hvort það væri bara svona lýðskrumsupplaup eða væri eitthvað að marka þar sem Sjálfstæðisflokkurinn væri að segja það að draga úr fjárfestingaráætlun til gatna og veita því inn í reksturinn. Og númer 2, hvort að Sjálfstæðisflokkurinn liti núna ekki á heimsendan mat sem ólögbundna þjónustu sem þyrfti að endurhugsa og hugsanlega færa til einkaaðila, eða ekkert hugsanlega, algjörlega færa til einkaaðila, vegna þess að hann nefndi þetta sem mikilvæga grunnþjónustu í ræðu sinni. Er Sjálfstæðisflokkurinn með 2 stefnur í þessum málum eða er hann bara að reyna að skora og fella keilur í pólitík svona viku eftir því sem umræðan snýst? Hv. borgarstjóri hefur lokið við að gera stuttathugasemd og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson gerir þá stuttathugasemd. Þetta er eiginlega bara ekki hægt, forseti góður, að koma hér upp og svara aftur sömu spurningum og voru settar fyrir mig áðan og ég var að koma hér upp og svara. Við erum að tala Grensásveg, við erum að tala tiltekið verkefni, við erum að tala ákveðna línu í aðgerðaráætlun, það snýst máli. Við erum ekki að tala holur á götum borgarinnar, við erum að tala þetta tiltekna mál, höldum okkur við það. Það sem að mér finnst undarlegt það að borgarstjóri bara fer hér á taugum.
þegar ég legg fram tillögu hér fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarvina, einfalda tillögu það að hætt verði við þessa aðgerð og peningarnir nýttir á annan og betri hátt, og þá bara snýst borgarstjóri hérna alveg bara í kringum sjálfan sig og getur ekki á sér heilum tekið. Það bara áhugavert. Það áhugavert að hann skuli bregðast við með þessum hætti, í stað þess að ræða þetta, fara yfir þetta og vonandi samþykkja svo einfalda og auguljósa tillögu í þágu borgarbúa. Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi, lokið var að gera stutta athugasemd og þá er andsvörum lokið og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, hér eru að ræða og leggja fram tillögu Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar flugvallarvina að hætt verði við þrengingu Grensásvegar. Mál þetta snýst forgangsröðun fjármuna. Við vitum öll hvernig fjármálum borgarinnar er háttað. Á sama tíma og fjármál borgarinnar eru mjög slæm og það verið að reyna að leita allra leiða til að skera niður kostnað, að þá ætlar meirihlutinn að eyða 170 milljónum, og við vitum alveg hvernig þessar fjárhagsáætlanir hafa gengið upp, þannig að við getum alveg ímyndað okkur að þetta verði nær 200 milljónum, ef ekki yfir, í þrengingu Grensásvegar. Auðvitað fólki misboðið að það sé verið að eyða peningum í slíkt verkefni á meðan það ekki til neinir peningar og starfsmenn borgarinnar á fullu að finna leiðir til þess að hagræða. Og það sem borgarstjóri segir, að minnihluti sé að blanda saman umræðu fjárfestingar og rekstur, þá það nú bara svo einfalt að peningar eru einfaldlega peningar. Við vitum það að biðlistar eru langir í borginni, eftir félagslegu húsnæði, eftir stuðningsþjónustu, eftir greiningum hjá þjónustumiðstöðvum borgarinnar og svo framvegis. Borgarstjóri sagði hér áðan að það hefði verið breið samstaða í borgarstjórn að bæta inn í fjárhagsáætlun endurgerð og laga götur. Það var breið samstaða að það yrði farið í lagfæringar á götum þegar í ljós kom síðasta vor að götur borgarinnar voru svo gatasigti. Þar sem að tjón varð ítrekað á bifreiðum hér í borginni. Það var ekki skilningur, að minnsta kosti ekki mín, að það ætti að fara að leggja þetta í Grensásveginn. Mín skilningur var sá að það ætti að fara að bæta ástand gatnanna. Borgarstjóri hefur svarað á Facebook að það sé aðallega 2 punktar sem hann rökstyður þessa þrengingu Grensásvegar. Það að segja íbúar hafa kallað eftir þessu og síðan að endurbætur á Grensásvegi séu öryggismál. Íbúar borgarinnar kalla á eftir ansi mörgu. Þeir kalla á eftir félagslegu húsnæði. Þeir kalla á eftir því að fá stuðningsþjónustu. Þeir kalla á eftir því að það séu að börn þurfi ekki að bíða lengi eftir greiningu hjá þjónustumiðstöðvum borgarinnar. Það ýmislegt sem fólk kallar eftir. Það hefur ekkert komið fram að þessi gata sé eitthvað meiri slysagildra heldur en annað. Og mér finnst athugavert og áhugavert að á sama tíma, og við erum ítrekað búin að sjá það að neyðarbrautin hefur komið að góðum nótum, eins og var í kringum áramótin þegar flugvöllurinn var lokaður og það var eingöngu hægt að koma hér sjúklingi í fremsta áhættuhópi og það þurfti að lenda á neyðarbrautinni. Borgarstjóra, hann hefur ekki sýnt það að það skiptir nokkru máli. En þrenging Grensásvegar skiptir máli af því að það var einn bíll sem keyrði á grindverk. Það getur gert hvað sem er. Frá árinu 2004 að þá hefur verið ekið einn gangandi vegfarandi á götunni og það var minni háttar meiðsli að ræða. Það hafa 2 bílar skollið það saman, það hefur einn dottið á hjóli og hlotið minni háttar meiðsl og síðan eru smávægilegir árekstrar sem miða við slysatölur á síðu
Mál þetta snýst peninga. Þetta snýst rétta forgangsröðun. Þegar að borgin á ekki til peninga til þess að sinna grunnþjónustunni og minnka biðlista og starfsmenn borgarinnar í óðaönn að finna leiðir, að þá einkennilegt að það sé verið að blanda því saman að þetta sé fjárfesting en við eigum bara að leita leiða til þess að skera niður reksturinn. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja, en ég verð þó að segja að lengi skal manninn reyna og ræðan sem að borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvarsson flutti hér áðan var með ólíkindum. Að stilla tveimur hlutum saman sem eru óskyldir en maður verður víst að segja sem svo að það flýgur hver fugl sem hann fiðraður og mér fannst borgarfulltrúinn fljúga afar lágt að þessu sinni. Og ég ætla kannski að byrja á því að lesa hér upp bókun sem var gerð á fundi umhverfis- og skipulagsráðs sem var meirihlutinn þegar þetta mál var þar tekið, það að segja framkvæmdaáætlun hjólreiðastíga árið 2016. Og þar var sem sagt verið að samþykkja sem sagt ákveðna framkvæmdaáætlun og þessar aðgerðir við Grensás eru bara hlut af því í framkvæmdaáætluninni felst að það verður áframhaldið að gera hjólastíg meðfram Bústaðavegi, það verður gerður hjólastígur meðfram Rauðagerði og það verður haldið áfram að byggja hjólabrú yfir Elliðaárnar á móti gamla rafstöðiveginn, það verður settur hjólastígur við Stekkjabakka og hjólaleið upp á Höfðabakka frá rauninni rafstöðvarhúsinu gamla og upp á Höfðabakka. Þannig að þetta allt liður í því og allt þetta líka liður í hjólreiða áætlun borgarinnar og þá var best að ég víki mér með leyfi forseta að lesa þessa bókun. Hún var svona: gerð hjólastíga við Grensásveg í samræmi við samþykkta hjólreiða áætlun borgarinnar frá 2010 og endurskoðaða áætlun frá 2015. Báðar áætlanir náðust þverpólitískt sátt í borgarstjórn. Fyrirhugaðar framkvæmdir við Grensásveg munu þó ekki bara nýtast ört vaxandi hópi borgarbúa sem að nýta sér hjólreiðar sem samgöngumáta, heldur munu það líka leiða til meira öryggis fyrir fótgangandi vegfarendur og íbúa í næsta nágrenni. Í dag skilur aðeins örmjó gangstétt bílaumferðina frá húsagörðum. Það hefur gerst trekk í trekk undanfarin misseri að bílstjórar missa stjórn á bílum sínum og bíll hafnar inn í húsagarði við götuna. Framkvæmdirnar fela í sér að akreinum fyrir bílaumferð fækkað úr 4 í 2, mælingar og umferðarþunga sýna að ekki þörf á 4 akreinum þarna. Umferðarspár sýna að það verður heldur ekki þörf á þeim í framtíðinni. Breytingar sem verða á Grensásvegi munu leiða til þess að hægja mun á bílaumferðinni, það er æskilegt. Mælingar og umferðarhraðanum sýna að hann nær alltaf 70 km á klukkustund. Það er allt og mikið. Vinna við hverfisskipulag bústaða og hálendishverfis leiðir í ljós að hverfin eru umlukin miklum umferðaræðum sem hefur skaðleg áhrif á lífsgæði íbúanna. Undanfarið hefur unnið markvisst að því að draga úr þessum neikvæðu áhrifum. Þeirri vinnu verður haldið áfram. Breytingarnar á Grensásvegi eru liður í því. Við þetta vil ég bæta að svo að það sé á hreinu að í því niðurskurðarferli sem nú í gangi í borginni að þá var ákveðið að minnka upphæð sem fer árlega í lagningu hjólastíga úr 350 milljónum í 275 milljónir. Á móti kemur að áætluð fjárfesting við endurgerð Hafnarstrætis
tefst vegna þess að það er ekki búið að byggja upp hús sem verið að byggja við annan enda Hafnarstrætisins. Þannig að þar leggjast til 70 milljónir, því verður þeirri framkvæmd í Hafnarstrætinu verður frestað til 2017. Þannig að þar leggjast til 70 milljónir sem eru ætlaðar í endurgerð gatna og þess vegna var fært að ráðast í þessa aðgerð á Grensásveginum, jafnvel þó að það væri búið að skera niður í hjólreiðaáætluninni. Varðandi þessar 170 milljónir sem áætlað þetta kosti, að þá áætlað að það muni að aðstæður og vinnusvæði, það er búið að greina þetta niður, aðstæður og vinnusvæði fleiri að það muni kosta 10 milljónir, rif núverandi yfirborðs 14 milljónir, jarðina muni kosta 10 milljónir, yfirborðsfrágangur 89 milljónir og veitur, það er að segja það sem kemur að veitum og það er hlutur Reykjavíkurborgar, það er 17 milljónir. Framkvæmdakostnaður því áætlaður 140 milljónir og þar að síðan bætist við hönnun, umsjón og eftirlit 24 milljónir og annað 6 milljónir, alls 170 milljónir. Það má geta þess að, það er best að ég nefni það því að borgarfulltrúinn Júlíus Víll Ingvarsson vildi að ég sem formaður umhverfis- og skipulagsráðs og kannski höfundur þessar bókunar skýrðu út hvað orðin trekk í trekk þýðir í þessu tilfelli. Jú, þau þýða aftur og aftur. Þegar ég mætti á fund í Breiðagerðisskóla og á fundum reyndar með íbúum, fleiri en þeim í fyrra, þá var mér einmitt sagt að þetta hefði gerst nokkrum sinnum og þá hafði þetta alveg nýlega gerst að það hafði farið bíll og keyrt niður grindverk einmitt þar sem að gangstéttin sem mjóst og hún svo sannarlega ótrúlega mjó á ákveðnum stöðum við Grensásveg. Þannig að það hefur svo sannarlega gerst trekk í trekk og maður þarf bara að fara í hverfið og ræða við íbúana sem að búa þarna við Heiðargerði og Breiðagerði. Mér langar aðeins að því að ég er við minnisblað frá umhverfis- og skipulagssviði frá Stefáni Agnari Finnsyni þar sem að þetta er allt saman rakið þar að sé ferill málsins sem má rekja alveg aftur til 2012, raunar má rekja hann aftur til 2010 því að það var jú í hjólreiðaáætluninni 2010 sem að Grensásvegurinn settur inn á hjólreiðaáætlun og eins og við vitum að þá var þar borgarfulltrúinn þáverandi Gísli Marteinn Baldursson sem hafði forgöngu það og leiddi þá vinnu alla og ég verð að segja það að eftir að hann hvarf frá þessu sviði að þá finnst mér eins og Sjálfstæðisflokkurinn hafi breytt talsvert stefnu í þeim málum og ég minni á það til að mynda sem kannski einhvers konar tákn það að fyrir 1, 3 eða 4 árum að þá lét þingmaður Sjálfstæðisflokksins sig hafa það að koma á hjóli á móti sjónvarpsmyndatökuvélum í fréttum yfir 9 brýrnar, yfir 11 ósana og sagðist vera alveg ósammála að því að það verið nauðsynlegt að fara í þessar framkvæmdir. Það var allt og dýrar. Þannig að þar er kannski kominn tónninn sem að núna virðist ætla að verða því miður ríkjandi í þessum flokki en sem sagt fjöldi funda hafa verið haldnir. Það var til að mynda haldinn fundur 2014 og þá sem að breytingar á Grensásvegi og hjólastígar reyndar líka á Háaleitisbraut og Bústaðavegi voru ræddir og þá voru boðaðir hagsmunaaðilar, Landssamtök hjólreiðamanna, Þjónustumiðstöð Laugardals, Háaleitis og Bústaðahverfis, íbúasamtaka Laugardals, íbúasamtök Háaleitis og Bústaða, slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og félag íslenskra bifreiða eiganda sem óskaði eftir fundarsetu. Það var tekið mið af því sem að þar kom fram og það, af því það hér líka á minnisblaði sem sagt þær breytingar sem voru gerðar á hönnuninni að það var farið í það að lækka kantstein þannig að hann verði ekki meira en 7 cm í stað 12 cm áður. Það verður fallið frá hraðahindrun og gönguleiðum við Heiðargerði og Hvammsgerði
og það verða sett upp gangbrautarljós við Heiðagerði og á meðan bráðamóttaka Landspítalans í Borgarspítala verða biðstöðvar strætó óbreyttar, hjólastígar verða þá þar í núverandi yfirborði götunar, sem sagt á þeim köflum og þá þar aðgreindir með yfirborðsmerkingu. Á fundi sem var haldinn í Breiðagerðisskóla 12. mars á síðasta ári, að þar kom skýrt fram að íbúasamtök, tvenn íbúasamtök allavega sem voru þar með sína fulltrúa og hverfisráð, bústaða og háleitis voru mjög fylgjandi þessari aðgerð og þau reyndar vildu bætum betur af því þeim fannst nauðsynlegt að hægja á umferðinni á Bústaðavegi og einnig að hægja á umferðinni á Háleitsbraut. Og ekki veit ég hvernig borgarfulltrúanum Júlíusi Vífli Ingarsyni líst á þær aðgerðir. Það sem til að ég fari örlítið í svona lýsingu á þessum framkvæmdum, örlítið nánar, að þá fela þær í sér að það eru 4 akreinum fækkað í 2, 1 akrein í stað 2 í hvor átt. Það verður settur gróður í miðauju og meðfram götu. Það verður sett ný og lægri götulýsing beggja vegna götunar. Það verða hjólastígar samstíða götu báðum megin nema við biðstöðvar við strætó eins og áður er getið og strætó víkur þá inn á hjólareinina þegar hann stöðvar við biðstöðvar. Og svo þetta sem ég nefndi með kantsteinin og gangbrautarljósin við Breiðagerði og Heiðagerði. Þar verða við Heiðagerði verða ný gangbrautarljós. Nú ég vil geta þess að að allt þetta að mínum auðvitað í mjög góðu samræmi við mikilvæga stefnu sem er mörkuð og samþykkt í aðalskipulagi Reykjavíkur. Það er að gera götur borgarinnar öruggari, vistvænni, fallegri, skemmtilegri og ég er ekki nokkrum vafa það að það mun eiga við Grensásveg og ég reyndar trúi því rétt eins og gerðist með hjólabrýrnar yfir Elliðaárósa þó að það séu eðli sínu ólíkar framkvæmdir að menn munu eiga erfitt með að skilja það strax árið 2017 að fulltrúar hér í borgarstjórninni skildi tala svo ákveðið gegn þessu. Ég minni líka á það að þetta er ekki fyrsta sinn sem að akreinum í götum er fækkað. Það var gert í Skeiðarvogi á sínum tíma og því var mótmælt. Nú held ég að engum detti í hug að gera Skeiðarvoginn aftur að 4 akreina hraðbraut í gegnum íbúðahverfi. Það var líka gert á Háleitisbraut og það var reyndar gert eftir að höfðu orðið 2 mjög alvarleg slys á ungmennum að þá loksins drattaðist borgin til þess að þrengja þar að bílaumferðinni, til þess að hægja á henni. Og mér finnst það svolítið kaldranalegt að gefa sér það að úr því að það hafi ekki orðið alvarleg slys, jafnvel þó að bílar séu að fara þar þvers og kruss og inn í húsagarða, að þá getur maður gefið sér það að það verði engin alvarleg slys í framtíðinni. Það er engin vafi á því að þetta mun auka öryggi á Grensásvegi og er eins og ég sagði áðan í góðu samræmi við markaða stefnu í aðalskipulagi og stefnu þess meirihluta sem að núna er í borginni. Ég hef ekki skipt skoðun eftir að þetta var afgreitt í umhverfis- og skipulagsráði og mun því ekki samþykkja þessa tillögu. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Byrjum á borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur. Forseti, borgarfulltrúar, bara smá sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sagði af því að það hafi ekki orðið slys og bílar hafi verið að keyra þarna þvers og kruss inn í garða
að þá nú reynda bara eitt dæmi þarna sem bíl fer inn. Sko það má ekki skilja mál okkar eða tillögu okkar borgarfulltrúa í minnihlutana þannig að við viljum ekki að fyllsta öryggi sé gætt. Meirihlutin ætti nú að átta sig á því með afstöðu okkar í neyðarbrautamálinu þar sem að við viljum að fyllsta öryggi sé gætt. Þetta snýst það eins og ég kom inn á í ræðu minni hér áðan. Þetta snýst forgangsröðun fjármuna. Það auðvitað margir staðir út alla borg sem að hægt að bæta öryggi gatna. Það hefur ekkert sýnt fram á það að þetta sé algjört forgangsverkefni Grensásvegurinn. Við erum ekki að segja það að við séum eitthvað á móti því, ég er minnst ekki, að ég hafi eitthvað á móti þessum aðgerðum á Grensásveginum. Heldur eingöngu sem ég sagði hér í upphafi, í mínum huga snýst þetta forgangsröðun fjármuna. Það eru önnur verkefni sem eru brýnari hjá borginni heldur en einmitt þetta verkefni og þar af leiðandi þessi tillaga lögð fram. Mér langar að minnast á eitt sem að ég glemdi að minnast hér á áðan, sem að kemur líka inn á þetta, sem svo skemmtilegt að minnast á út af aðgerðaáætlun í úrgangsmálum, að í bókun meirihlutans í umhverfis- og skipulagsráði núna 13. janúar, þá var einmitt út af röksemdum minnihlutans að hafa ekki, vilja ekki samþykkja þetta núna, að þá vísað til hjólreiðaáætlunar að það við náð þverpólitísk sátt. Þannig að nú aldeilis hægt að sjá það að ef að minnihlutinn samþykkir ykkur áætlanir, að þá nú aldeilis hægt að nota það út af einhverjum liðum sem að varða áætlanirnar einhvern tímann seinna. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá andsvörum lokið. Nei, þá komið að Júlíusi Viðfli Ingvarsinni borgarfulltrúi að veita andsvar. Forseti, þakka formanni umhverfis- og skipulagsráðs fyrir sína ræðu, ólíkar ræður hans annars vegar og borgarstjórans hins vegar. Við þurfum ekki að vera sammála við borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson en við getum einhvað síður rætt þetta. Ég ekkert viðkvæmur þó að hann segja hver fljúgi sem hann fiðraður. Það einhvern veginn bara liggur í augum uppi að þannig það nú bara. Borgarfulltrúin velti því fyrir sér hvort að við varum á móti því að það lækkaður hraði á Bústaðavegi og þá Grensásvegi. Við erum til í þær tillögur sem að auka öryggi, auðvitað. Hvað annað? Að lækka hraðan eitthvað sem við bara förum yfir. Ef að mælingar leiða til þeirra niðurstöðu að það sé almennt verið að aka hratt á þessum götum og það valdi hættu, þá auðvitað förum við yfir það. En það ekki náttúrulega nóg að mæla eins og gert var til dæmis á Snorrabraut tvisvar sinnum hálftíma á einhverjum tilteknum degi. Það engin lýsing á hraðanum og auðvitað líka eðlilegt að áður en farið út í einhverjar aðgerðir eins og hraðahindranir eða þrengingar annað slíkt, að það sé þá leitað eftir því við lögregluna að hún stýri hraðanum, komi í vekk fyrir ofsaakstur. Það alveg sama hvað við gerum. Það alltaf ákveðin hluti sem betur fyrir lítill minni hluti sem mun alltaf aka ógætilega við hvaða aðstæður sem Það alveg sama þó við setjum hámarkshraðann niður í 30, það mun alltaf einhverjir verða sem algjörlega ábyrgðarlausir í umferðinni og við ráðum ekkert við það. Þannig það nú bara. Varðandi þetta með bílana sem trekk í trekk eða hist og her og út allt að fljúga inn í garðana, nærliggjandi garða, þá hafði ég aldrei heyrt þetta sem að borgarfulltrúinn sagði frá. Áður var nú kvartað yfir því að værum að vitna í einhverja borgara sem var að segja okkur sögur. Nú eru þær komnar sem sagt hér frá borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinsinni. Ég bara get sagt það að ef að bíl fer inn í garð þá það lögregluskýrsla og lögregluskýrsla endurspeglar síðan í þeim tölum sem að Samgöngustofa hefur. Þetta hafa þá verið einhver undarleg slys úr því að ekki voru teknar lögregluskýrslur. Það veldur mér auðvitað vonbrigðum að borgarfulltrúinn skuli ekki vilja endurskoða afstöðu sína. Ég vil bara benda honum á þá að áætlun sem hann vitnar sífellt í frá árinu 2010, ágæti eins og hún hún gerð fyrir þetta mörgum árum og það hefur bara svo margt breyst. Og þær aðstæður sem við búum við eru bara allt aðrar. Og sá fjárhagslegi raunveruleiki sem við búum við bara þannig að við getum ekki horft fram hjá honum. Við verðum að vera raunsæ og vera með það á hreinu að við getum ekki leyft okkur hluti sem við getum ekki eitt peningur sem við eigum ekki. Svo ég orða það nú bara eins einfalt að það mögulega getur verið. Þannig að ég mun fara betur yfir það reikna ég með í síðari ræðu. Borgarfulltrúi Júlíus Viðfli Ingvarsson hefur lokið við að veita andsvari, þá svarar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson andsvari. Eða hvað? Nei, hann gerir það ekki.
Þá er andsvörum lokið og Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi er næst á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarbúar, það er fínt held ég að fá fram þessa tillögu og ræða það enn og aftur hvort við eigum eða eigum ekki að fara í Grensásveginn. En ennþá betra væri ef við ræddum bara heildarmarkmiðið og hvert við stefnum. Að mínu mati snýst umræðan í dag aðalskipulag og ekkert annað. Við sem sitjum hér í meirihluta samþykktum aðalskipulag. Aðalskipulagið er með skýr markmið ferðavenjur, öryggi, lífsgæði, borgina sem borgarumhverfi, sem götuna sem borgarrými og fyrir mér þá er þetta ekki einhver stefnumörkur sem stendur ein og sér eða aðgerð sem er þess, hvað segir maður, þess eðlis að hún krefist margra klukkutíma umræðu í borgarstjórn. Það er mín skoðun. Að mínu mati er þetta fullkomlega eðlilegt skref í því að reyna að ná markmiðum aðalskipulagsins. Víða í borginni eru akreinar eða götur sem eru ofhannaðar miðað við þann fjölda bíla sem aka þar í dag og þegar við staðfestum að við getum ekki búist við meiri fjölda bíla í framtíðinni, þá finnst okkur eðlilegt að breyta þeim. Þetta hefur verið gert í Lönguhlíðinni, Skeiðavoginum, Háaleitisbrautinni og í þessum tilfellum, í tilfellum Háaleitisbrautar og Skeiðavogs var ekki lagðir hjólastígar, þá var ekki til nein hjólreiðaáætlun fyrir borgina og svona vitund okkar í að auka rými fyrir hjólreiða, hún var ekki búin að vakna. Í Lönguhlíðinni var það gert. Það er oft talað Lönguhlíðina sem misheppnað dæmi, þetta var fyrir mína tíð en foreldrar mínir búa þarna, mér finnst þetta ekki træðilegt, verði ég að viðurkenna, en það er alveg satt að við myndum gera þetta öðruvísi í dag. Þegar við höldum núna áfram í því að fækka akrunum og þannig draga úr rekstrarviðhaldi eða rekstrarkostnaði við viðhald inn í framtíðina, þá er eðlilegt í dag að við leggjum hjólastíga. Þetta er heildstæð aðgerð. Núna vinnum við að undirbúningi, ekki við, ég er ekki lengur í umhverfisskipulagsráði, ég er bara svona boðflenna í þessari umræðu núna, en í umhverfisskipulagsráði er unnið að undirbúningi þess að setjast að starfshóp sem kortleggi bara göturnar í öllum hverfum borgarinnar. Ég held að þessi fínt að vera með heildstæða stefnumótun í þessu og skoða fjárfestingaráætlana fram í tímann og í samhengi. Þegar við settum samþykktum nýtt aðalskipulag þá vorum við að skuldbinda okkur til þess að fara í breytingar til þess að ná þeim markmiðum. Við setjum okkur ekki markmið breyttar ferðavenjur eða umferðaröryggi án þess að því fylgi ykkur aðgerðir. Þetta er ein af þeim. Það er alltaf skrítið að taka stakar aðgerðir út, para þær við tónlistarskóla eða heitan mat og ræða út frá þeim punkti. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill lagði ríka áherslu á að væri mikið fara út fyrir efnið og ég vísa þeirri athugasemd kannski bara til föðurhúsanna. Ræðum heildarmyndina líka, ræðum Grensásveginn, ræðum í hann í hlutfalli við hvert við stefnum í samgöngumálum. Meirihlutin hefur lagt fram mjög skýra stefnu í samgöngumálum og í skipulagsmálum og svo stefna er staðfest í aðalskipulagi Reykjavíkur og það er okkar plagg. Grensásvegurinn er bara eitt skref í því að ná því markmiðum sem við setjum okkur þar. Við fórum mjög heiðarlega af stað við þessari kosningabaráttu með samþykkt aðalskipulag og boðum breytta sýn í samgöngumálum. Við vinnum áfram samkvæmt henni líka með þessari aðgerð. Minnihlutinn tók ekki þátt í því að samþykkja þetta aðalskipulag eða meirihluti borgarfulltrúi minnihluta og það er allt í góðu. Sumir höfðu ekki tækifæri til og aðrir kusu að gera það ekki. En þá spyrir mig líka hver er stefnan þar? Er stefnan þar að vera bara á móti stundum og stundum ekki? Hver er stefnan? Hver er stefnan í samgöngumálum? Hver er stefnan í ferðavenjum? Hvernig erum við með stefnu í því hvernig við ætlum að breyta borgarumhverfinu og þróa borgina okkar áfram ef við erum allt í einu farin að ræða heitan mat í tengslum við gatnagerð? Hvernig verður stefna minnihlutans trúverðuleg þegar gagnrýnin er á svona lágu plani?
Mér finnst fínt að gagnrýna Grensásveginn, mér finnst fínt að gagnrýna stefnun okkar, en það þarf að sýna hvert við erum að fara með þetta. Ég vil fara inn í borg þar sem að hverfin eru ekki skorin með fjölakrinna vegum. Ég vil vera inn í borg þar sem þetta er eðlilegt að vera inn í hverju hverfi, ekki akandi á yfir 30. Ég tel að það sé eðlilegt að skutlmenningin fá að víkja fyrir öruggu umhverfi fyrir börn. Og þess vegna styð ég breytingar á Grensásvegi. Og ég held í framtíða þá séum við alltaf að spara í viðhaldi gatna, spara í rekstri, spara í slysum, spara í mengun með því að þora að taka svona skref. Og því fleiri skref sem við tökum, því nær munum við færast markmiðum okkar sem við setjum skýrt fram í aðalskipulagi Reykjavíkur. Takk. Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá Trausti Harðarson borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, var bara strax komin í aðra ræðu, rosa spennandi. Ég ætla nú að taka undir með borgarfulltrúa Júlíus og borgarfulltrúa Guðfinnu að þetta snýst peninga. Það á að spara 670 milljónir á skóla- og fræðslusviði, sama tíma á að eyða 170 milljónum þarna, mér finnst þetta bara ekki rétti tímapunkturinn. Allavega ekki 2016. Það er annað sem ég velti fyrir mér. Borgarstjóri segir að íbúar kalli eftir þessu og ég spyr mig samt, er þetta forgangsmál hverfi 108 að þrengja Grensás og setja upp hjólreiðastíg? Ég er á því að við erum alltaf að tala svo opið lýðræði að við höfum bara þá að leyfa öllum þessum íbúum að kjósa það, bara formulega og bara sjá það svart og hvítu. Annað sem ég vil líka benda á að fyrir 170 milljónir sem ef við viljum endilega eyða þarna og í ár og í þessu hverfi þá verður líka ágætt að íbúarnir fengi bara velja í hvað færi það. Því að íbúar í þessu hverfi hafa nú kallað eftir fleirum framkvæmdum. Ég ætla nú ekki að segja það að setja að fá sundlaug fyrir 170 milljónir. En það er hægt að fá íþróttahús og reka það í 4 ár fyrir 170 milljónir. Það er hægt að fá lítið knattspyrnuhús eins og er í Hafnarfirði og reka það í 3 ár. Og það er hægt að laga skólalóðirnar sem er reyndar annars tegnaðar að eiga að lagast 2021 sem að íbúar eru að kalla eftir að séu lagaðar. Þannig að ég finnst annars vera að við erum að taka þá það sem að Píratarnir vilja segja standa fyrir og kalla nú yfirleitt eftir því að ríkið sé alltaf að halda einhverjar þjóðarkosningar, byrja á borgarakosningum og leyfa íbúum að kjósa þetta og þá líka hvað eru þá gert við féð. Og allavega, ég finnst þetta ekki rétt í tímapunkturinn. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Trausti Harðarson hefur lokið máli sínu og þá hefur Björn Blöndal borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér langar aðeins að bregðast hérna við orðum Trausta og reynda fleiri borgarfulltrúar sem hér hafa talað. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því og það vita þetta allir borgarfulltrúar. Þannig að það er náttúrulega verið að afvegaleiða umræðuna. Við getum ekki notað það fé sem við notum til framkvæmda með sama hætti til rekstrar. Þannig að það að fara ekki í framkvæmdir á Grensásvegi, við kaupum engan mat fyrir þá peninga. Þetta vita allir borgarfulltrúar og ef þeir taka ekki, en láta eins og það sé ekki þannig og þetta er auðvitað svona, þetta er óábyrgt mjög. Hins vegar finnst mér alveg réttmætt að menn hafi sína eigin forgangsröðun og ég meina borgarfulltrúi Trausti Harðarson, hann lýsir hér sinni forgangsröðun, hann vil byggja knattspyrnuhús eða íþróttahús í hverfinu, það er bara hans skoðun þá. En við teljum að fyrir almannahagsmuni þá sé þessi umferðaröryggismál ofar eins og staðan í dag. Enda er náttúrulega ágætis íþróttaaðstaða mörgu leyti á svæðinu.
Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar borgarfulltrúi Trausti Harðarson andsvari. Forseti, borgarfulltrúar. Maður verður líka að prófa að taka þátt í andsvörunum. Gríðarlega spennandi. En peningar er alltaf peningar og þetta hægri vinstri vasa dæmi með peningana, það finnst mér líka vera afleiða umræðina hér en við erum aftur í að því. Mér finnst að við erum að leyfa íbúum í þessu hverfi að fá bara kjósum það. Á að þrengja Grensásveg og setja upp hjólreiðastíg og kannski til viðbótar, ef þau hafa þetta fé til ráðstöfunar, hvað vilja gera við það? Borgarfulltrúi Trausti Harðarson hefur lokið við að svara andsvari. Þá er andsvörum lokið og Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi er næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar. Mér langar bara að lýsa því yfir að mér finnast engin rök hljóma samfarandi fyrir því að fara í Grensásvegi núna. Mér finnst líka að vera sér að nota hjólreiðastígana sem hjólreiðaáætlunina sem ákveði yfirskinn til þess að fegra Grensásveginn. Það má alveg fara hana sjálfsögðu. Það má alveg og það er sjálfsagt að leggja hjólastíga allstaðar ef maður á bara nægt fjármagn í það. Það er ekki svo núna, þannig að það er bara, það sér það hvert mannsbarn að þetta ætti ekki að vera efst á forgangslistanum. Finnst það bara hljóma, ég hef ekki heyrt nein rök fyrir því, það er engan veginn samfarandi að hlusta hér á fulltrúa meirihlutans fjalla það. Það þarf margt annað við þetta fé að gera, meðal annars koma því til dæmis inn í velferðina. Það væri ekki vera. Þar er mjög mikil þörf á fé og mætti fresta dýrum viðgerðum til þess að bara fara að sinna risamálum sem að þarf að bara finna nýja lausnir á. Það verður bara að gera það. Og við getum talað um grunnþjónustu og ekki grunnþjónustu. Ég meina, hér, maður hef nú lesið hérna í gegnum tíðina að fólk í meirihlutanum vilji standa vörð grunnþjónustuna án þess að maður viti neitt alveg nákvæmlega hvað þau eru að tala um. Maður hefur aldrei fengið í raun og veru alveg það skorið hvað það er. En það er greinilegt að til dæmis það sem er að gerast í velferðinni núna með matinn til aldraðra, það er greinilega ekki á forgangslistanum þá. Og það er þá ekki ekki grunnþjónusta, ég veit það ekki. Ég átta mig ekki á stefnunni. Mér finnst þetta svona vera einhvern veginn hipp sem haps, hver stefnan er. Það er bara gripið í niðurskurðarhnífinn og byrjað að sveiflunum í allar áttir. Þannig fer þetta inn í fjölmiðlaumræðu, þannig fer þetta til fólk sem einhvern veginn skilur ekki upp né niður í því hvernig forgangsröðunin er. Kemur mér bara ekki neitt óvart. Og ég held að meirihlutin geti ekki verið hissa á því að fá á sig gagnrýni fyrir það að í raun og veru veit ekki hvað hann er að gera. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskað eftir að veita andsvar. Byrjaði borgarfulltrúi hans. Já, forseti og borgarstjórn, ég vil reynir bara andmæla því að meirihlutin viti ekki hvað hann er að gera, að hann sé að gera eitthvað hipp sem haps. Ég þóttist hafa rakið það í minni ræðu áðan og Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi gera það líka mjög vel að þetta er allt í takt við það sem var lagt á borðið með nýju aðalskipulagi fyrir Reykjavík og líka fyrir hjólreiðaáætlun. Það var ekkert eitthvað pukur með það, þetta var allt rætt hér, það voru skiptar skoðanir, þetta var allt upp á borðinu, rætt fram og tilbaka. Og talandi að við höfum ekki efni á hlutunum, þá vil ég samt líka benda á það að árið 2010 samþykktu sjálfstæðismenn hjólreiðaáætlun fyrir Reykjavík 2010 til 2020.
Og hvað átti að gera? Jú, það átti að leggja 10 kílómetra á hverju ári, 100 kílómetra á 10 árum og hvað átti hjólastígurinn að kosta? Jú, ég var dálítið undrandi þegar ég sagði þegar ég kom hingað. Hann átti að kosta 100 milljónir og ég hafði bara ekki gert mig grein fyrir því hvað þetta er rauninni dýrt, allar svona aðgerðir. En mér fannst það hugað og þetta var árið 2010, hvernig var það ástætt í borginni? Jú, borgin hafði mist 20% af teknum sínum. Það var 5 milljarða króna gat í borgarsjóði og fyrir utan allt annað. Samt samþykktu sjálfstæðismenn þetta á þessum tíma, þannig að mér finnst þetta aðeins holur tónn í þessu að segja að árið 2016 að það sé eitthvað svona bara eitthvað katastrófuár. Með þetta, með að við árið 2010 erum við miklu mun betur stödd. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar og þá hefur borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir óskað eftir að svara andsvari. Mér langaði bara að ítreka það að ég átti við að þó að ég hefði setið hér og hlýtt á málflutning borgarfulltrúanna einmitt það sem þau til að rök fyrir því að fara í þessa aðgerð nú, þá er ég ekki sannfærð. Mér finnst þetta líka, þó þetta sé inn á hjólreiðaáætlun, þá finnst mér nákvæmlega þessi staðsetning fyrir hjólreiðastíg bara ekki góð. Og þú veist, ég er bara að heyra bæði hjá hjólreiðamönnum og þú veist, ég held að þetta sé tóm vitleysa og við eigum bara að fresta þessu og skoða það meðan, þú veist, hvernig við viljum hafa þetta, því að þó að hjólreiðaáætlunin 2010 stefnan sem sett var þá sé alveg góð og gild, þá getur alveg komið það upp þannig þannig tilfelli upp úr öllum stefnum að það ber að endurskoða það. Mér finnst staðsetning þessa og bara forgangsröðunin ekki góð. Það er engin þörf á þessum hjólastíg, engin. Ég hef engin sannfærandi rök fyrir því að íbúar séu að bíða eftir þessu. Ég er alveg sammála því að megi fegra umhverfið, ég er sammála því, en ég held að séu önnur mikilvægari verkefni sem við ættum að raða ofar á forgangslistan. Það er það eina, það er það sem mér finnst og mér finnst ég heyra það utan bæ að það er ákall að leggja þetta til hliðar og fara að sinna verkefnum sem eru ofar í hugum fólks í dag. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið við að svara andsvar og þá er andsvarum lokið og næstur á mælendaskrá er Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við ræðum hér tillögu það hvort að falla eigi frá áformum þrengingu Grensásvegar og kannski hversu mikilvægt það verkefni er í heildarsamhenginu þegar við erum að horfa á stöðu borgarstjórs, þegar við erum að horfa á mikilvægustu verkefni samtímans. Ég held að eitt mikilvægasta verkefni sem framundan er og við okkur blasir ekki bara á Íslandi heldur í öðrum löndum sé að takast á við með markvissum aðgerðum að draga úr loftslagsvandanum sem er risastórt verkefni og mér finnst að við höfum því miður hér á landi í allmörg ár gert okkur sek það að nálgast það verkefni með svona ákveðnum veruleikaflótta og undanbrögðum í stað þess að virkilega stíga fram og sýna í verki að við sem tilbúin til þess að breyta okkar lifnaðarháttum og tilbúin að færa þær fórnir sem við þurfum að færa til þess að komandi kynslóðir geti búið hér án öryggisleysis og í raun og veru hafi hér lífvænleg skilyrði í landinu. Það kallar einfallega á þegar við færum ákveðna fórnir í samtímanum. Þessi aðgerð hún er hluti af hjólreiðaáætlun sem er ekki bara mikilvæg, hún er bráðnauðsynleg. Og rétt til þess að draga það fram sem að gert hefur verið svo sem á undanförnum misserum. Til dæmis í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins þá eru þar mjög sláandi staðreyndir það hvert við erum að stefna ef ekki er tekið alvarlega í hornin á þessari þróun. Á undanförnum 25 árum fjölgaði íbúum á höfuðborgarsvæðinu 70.000
og ef að spár ganga eftir þá mun fjölgunin næstu 25 ár vera jafn mikil. Þannig að á tímabilinu frá 1990 til 2040 þá muni íbúum höfuðborgarsvæðisins hafa fjölgað 140.000 manns, hvorki meira né minna. 205.000 manns bjuggu á höfuðborgarsvæðinu árið 2012 og fjöldi fólksbíla var rúmlega 125.000, svona bil 1,5 bíll á hvert heimili á svæðinu. Ef að fólksbílum fjölgar í sama hlutfalli og þessar íbúaspár gefa væntingar þá munu bætast við í bílaflotan á höfuðborgarsvæðinu 40.000 bílar. Það jafngildir öllum bílum í Kópavogi, Hafnarfirði og Mosfellsbæ til samans. Ég held bara ef við förum út á göturnar á morgnana og síðdegis að við sjáum að þetta einfaldlega framtíðarsýn sem gengur ekki upp. Allir þeir sem bíða í bílunum sínum á morgnana og síðdegis á leið til vinnu á höfuðborgarsvæðinu vita að það þarf virkilega að bregðast við með afgerandi og róttækum hætti til þess að reyna að sporna við þessari skuggalegu framtíðarsýn. Og þess vegna hjólreiðaáætlunin mikilvæg, þess vegna eru allar áætlanir vistvænni samgöngur bráðnauðsynlegar og þetta hagsmunamál ekki bara fyrir þá sem ferðast á hjólum, eru fótgangandi eða nota almenningssamgöngur. Þetta algjörlega lífsnauðsynlegt hagsmunamál líka fyrir þá sem eru að nota bílana sína. Þeir munu einfaldlega ekki komast leiðar sinnar hér í framtíðinni undir miðja öldina ef að við stígum ekki róttæk skref í þá átt að reyna að breyta og auka fjölbreytni í ferðavenjum íbúa höfuðborgarsvæðisins. Og það gerist auðvitað ekki nema við séum búin að byggja hér grunngerð og aðstöður sem að gerir fólki kleift að ferðast til dæmis á hjólum með almenningssamgöngum eða fótgangandi í auknum mæli. Og það snýst ekki endilega það að maður sé karakter sem að aldrei stígur upp í einkabíl og fer allra sinna ferða á hjóli eða fótgangandi. Mjög margir eru að breyta sínum ferðavenjum þannig að þeir fækka eitthvað ferðum í einkabílnum og það skiptir heilmiklu máli. Þetta hagsmunamál fyrir okkur öll, brýnt hagsmunamál fyrir alla borgarbúa og það þess vegna sem að ég styð þessi áform og tel því að það sé einboðið að við fellum þá tillögu sem hér til umræðu. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og þá Halldór Auðar Sveinsson, borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Forseti og borgarfulltrúar. Ég ætla kannski fyrst og fremst að taka þetta út frá íbúalýðræðisvinklinum sem hér var velt upp. Borgarfulltrúinn Trausti Harðarson vekur þar áhugaverðar spurningar forgangsröðun fjármuna innan hverfis. Á því myndi ég segja að væru ýmsir vinklar eins og hvort að þessar götur tilheyri bara íbúum hverfisins af því að nú eru fleiri sem nýta sér þær. Þó að það hefur kannski hér fyrst og fremst verið talað þetta sem ákveðið hagsmunamál fyrir íbúana og þeirra umhverfisgæði. Það alltaf þessi spurning sem vaknar með hverfisbundið lýðræði, hvað tilheyrir hverfunum og hvað ekki. Nú hefur þessu nú þegar hálfu borgarinnar verið svarað ákveðnu leyti með ágæta verkefni Betri hverfum sem árleg íbúakosning með það sem að íbúar forgangsraða framkvæmdum og fá að velja það alveg sjálfur, bæði hvað lagt til og síðan hvernig kosið. Og í þetta hafa verið settar 300 milljónir árlega sem að mér persónulega og mínum flokki finnst ekki nóg og við myndum vilja sjá bætt þar í. Og við erum líka með á okkar stefnuskrá að taka til endurskoðunar þessi verkefni. Þetta Betri hverfi annars vegar og svo Betri Reykjavík. Það má segja að Betri hverfi sé svona undirmengi af Betri Reykjavík. Þetta rekið af sömu aðilum og svona undir sama hatti. En það gaman í þessu samhengi að segja frá því að nú loksins komin
úttekt sem á að vera grunnur að svona slíkri endurskoðun sem að runnin að stofnun stjórnsýslufræði og stjórnmála, og ég er hérna með viðhafnar útgáfu sem að ég fekk prentaða, en svo er náttúrulega til stafræn eintök handa þeim sem vilja. Við heldum eitthvað að fundi í stjórnkerfis- og lýðræðisráði þar sem við fengum kynningu af þessu og ég held að allir borgarfulltrúar hafi fengið sent stafrænt eintak og upplýsingadeildin ætlar að gera einhverja frétt úr þessu og gefa út öll viðeigandi gögn og við munum vinda okkur í stefnumótun til framtíðar út frá þessu. Og þarna gefst tækifæri til að svara ákveðnum lykilspurningum eins og eigum við að auka við svona hverfiskosningar á þessum vettvangi, ekki bara framkvæmdir og forgangsröðun fjármuna. Eigum við að auka pottinn sem að fer í forgangsröðun þessara framkvæmda, hvað nákvæmlega tilheyrir hverfum og hvað er sameiginlegt fyrir borgarbúa og ýmislegt fleira sem að þarf að svara í þessu samhengi og verður spennandi að finna svör við. Því að ég finn mikla stemmingu almenna fyrir því að þarna er eitthvað sem að er að virka í grunninn og fólki þykir spennandi og er allavega held ég svona almenn pólitísk sáttum. Núna fór til dæmis þáttaka í betri hverfum, hún óx aðeins á milli ára í fyrsta sinn í fyrra eftir að hafa, þetta var held ég í fjórða sinn sem að þetta var haldið og hún hafði alltaf minnkað svona smátt og smátt en núna stökk hún upp aftur og þetta er svona tiltölulega þekkt verkefni en hins vegar þegar maður fer að pikka svona einstaka framkvæmd út bæði svona í samhengi við það að það talaði mat til eldri borgara og svona sett í samhengi við ýmislegt annað þá er þetta komið svolítið út í svona klassíska góða fólkið á móti vonda fólkið umræðunni. Það er annarkvort með á móti, þú vilt annarkvort hitt eða þetta og þetta er svona algjörlega sko móralskt svart og hvítt. Og já, líka þegar einstakar framkvæmdir eru teknar út í svona lýðræðissamhengi. Þá vill maður kannski svona missa marks á heildarmyndinni. En samt sem áður, í samhengi við einstök málefni, þá vil ég líka nefna það að því að nú er mikið rætt og nú er til dæmis stjórnarskrárnefnd þingsins að vinna ákveðin drög á ákveðnum stjórnarskrárbreytingum út frá tillögum stjórnlagaráðs sem að voru samþykktar í þjóðaratkvæðagreiðslu á sínum tíma þar sem að er boðið upp á málskotsrétt almennings og samkvæmt nýjustu drögum sem að held ég reyndar fyrstu drögum sem að þessi nefnd hefur gefið út sem að liggja fyrir þá vill nefndin verið sé að ganga þó að þessi mjög skiptar skoðanir á þessari nefnd sem slíkri og þessum tillögum svona út í bæ þá vill hún allavega ganga lengra en stjórnlagaráð að því leyti að hún vill líka að þessi málskotsréttur eigi við þingsályktunartillögur. En þetta er í sem sé að nefna vegna þess að sambærileg heimild hvað varðar sveitarstjórnarmál er í sveitarstjórnarlögum nú þegar. 108. grein sveitarstjórnarlaga sem að veitir íbúum sveitarfélaga heimild til að kalla eftir íbúakosningu tiltekin mál. Og þessu ákvæði var nú beitt í Reykjanesbæ. Þáttakan var nú reyndar með minnsta móti. Ég held að það sér nú kannski margvíslegar skýringar. Það var nú eiginlega gefið út fyrirfram að það yrði ekki tekið mark á niðurstöðunni af því að málið væri langt að við komið og svo framvegis
engan síður áhugaverð tilraun og það er þá búið að beita þessu ákvæði. Og svona Píratar almennt hafa mikið talað fyrir svona ákvæðum og beitingu þeirra sem svona öryggisventli. Að þegar mál eru það heit að það er farið fram úr fólki, þá sé hægt að grípa inn í og snúa af leið. Og að því leyti er mjög jákvætt að þetta sé til fyrir í sveitarstjórnarlögum og sé til sem tæki. Og þetta er nokkuð sem við höfum verið að vinna með innan forsætisnefndar að setja ramma í kringum þetta og mér finnst þetta mjög mikilvægt að það sé hugað að því að kynna þetta, að þetta sé til og leiðbeiningarskyldu sé sinnt og að þetta sé tekið alvarlega, að þetta sé til, að þetta eigi að virka og sé eitthvað bit í þessu. Og það veri held ég bara mjög gaman ef að þessu væri einhvern tímann beitt á þessu kjörtímabili í einhverju að hita málinu. Ég hefði ekkert á móti því persónulega. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar. Við byrjum á Áslaugu Maríu Friðriksdóttur, borgarfulltrúa. Já, ég held einmitt ég held að það sé alveg ágætt að ræða þetta undir einmitt hugmyndum íbúakosningar og slíkt, en það sem að mér finnst, og ég vildi bara kæmi fram hérna, mér finnst að við séum komin á einhvern stað þar sem okkur fyrir að vanta ákveðnar upplýsingar. Við búum svona við ákveðin göt, það eru göt í kerfinu, við höfum ekki nægilega góðar upplýsingar umferð, hvernig umferð er að þróast, til dæmis hvaða áhrif það hefur að við ætlum að fara að þrengja þveranir í borginni. Við höfum bara 2 aðalgötur, Sæbrautina og Miklubrautina. Þveranirnar eru rosalega mikilvægar og þarf að skoða þær sérstaklega. Og mér finnst að það hefur náttúrulega bara verið þannig á undanförnum árum að það hefur öll áhersla verið lögð á vistvænu samgöngurnar, á hjólreiðarnar, á göngur og almenningssamgöngurnar. En ég held að við þurfum að fara aðeins að líta á það að við verðum að fara að sjá betri upplýsingar umferðarflæði. Okkur fer bara að vanta. Og þess vegna er kannski öll umræðan í fjölmiðlum og annars staðar svolítið svona út á suður, vegna þess að við erum ekkert að tala það sem búið er að mæla og skoða og við erum í raun og veru ekki að tala saman á neitt skynsaman hátt. Þannig að óskynsemin í því er kannski svo svona, ég veit ekki hvað ég að segja, það að vilja aldrei tala umferðina, vilja bara alltaf einhvern veginn bara tala hjólreiðar, bara tala göngustíga, en ekki aðeins að opna það, í leiðinni skulum við fara að skoða hvernig umferðin að þróast. Við erum að fara að takast á stóra hluti eins og til dæmis hvort við ætlum að fara að byggja stór umferðarmannvirki. Hvað erum við að fara að gera? Við verðum að fara að skoða þetta. Er Landspítalinn að fara að koma? Hvað mun gerast? Hvernig ætlum við að fara með umferðina þá á því svæði? Hvernig ætlum við að færa hana? Það verður ekki gert með þeim leiðum sem skrifaðar eru í aðalskipulaginu. Það verður ekki gert. Við verðum að fara að safna okkur svona betri og fyllri upplýsingagrunn umferðin. Borgarfulltrúi Áslaugu Maríu Friðriksdóttur hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar þá ætlar Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi ekki að svara andsvari og þá er Trausti Harðarson næstur til að veita andsvar. Borgarfulltrúar, Píratar segja mikið, gera lítið, svona mín upplifun. Hér eru minnihluta í ríkishlutanum
þar á að vera íbúalýðræði, hér er ekki framkvæmt þar sem er möguleiki að framkvæma íbúalýðræði. Borgarfulltrúi Halldór segir hvað er íbúana í hverfinu, hvað er Reykjavíkinga heild. Ég ætlaði nú ekki að tala um ruslið áðan og ég ætlaði ekki að tala um flugvöllinu, en það fyrsta sem er dettur í flugvöllinu. Er að Reykjavík er heild að fjalla flugvöllin. Það hlýtur vel landsmenn allar. Þannig það er náttúrulega með lýðræðið. Við náttúrulega, ef við ákveðum að kjósa, þá komum við öll með rökin, með og móti og svo er kosið. Ég held að fyrir íbúa í hverju 108 síðan það eins. Og í ár verður engin hverfiskostning í Betri Reykjavík til þess að spara væntanlega þessar 300 milljónir. Þannig á vakt Pírata fellur niður íbúalýðræði 25% á þessu kjörtímabili, þannig að útdeila 300 milljónum af 1200. Og svo talar borgarfulltrúi Halldór málskotsrétt almennings, hvað með málskotsrétt borgara. Hér eru þið í meirihluta. Af hverju er ekki að framkvæma hér borgarakosningar? Takk. Borgarfulltrúi Trausti Harðarson hefur lokið við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og þá svarar borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson andsvari. Forseti og borgarstjórn, ég vil byrja á því að leiðrétta rangfærslu. Íbúakosning í Betri hverfi mun fara fram á þessu ári að óbreyttu. Hún mun hins vegar hliðrast til. Áður var fasinn þannig að söfnun hugmynda fór fram á hverju hausti og síðan fór kosningin sjálf fram árið eftir snemma árs eða svona með vorinu. Og það er ýmsar ástæður fyrir því að það var tekin svo ákvörðun í stjórnkerfis- og lýðræðisráði að hliðra þessu aðeins til. Meðal annars, og eins og ferst síðan staðfest í úttektinni góðu sem að ég var með hér áðan og vitnaði í, að tímaramminn þykir of knappur til þess að gera þetta með þeim hætti að samráðsferlið sé nú vandað og í stuttu máli sem sé að þeir sem að standa þessu hérna innan borgarinnar hafa í raun lengi kallað eftir því að betur færi á því að fasinn væri aðeins annar, að það gefist þarna rýmri tími og þess vegna verður núna hugmyndasöfnun mun fara fram núna bráðlega og kannski standa, við erum ekki alveg búin að negla niður tímarammann, kannski standa svona fram eftir vori og síðan fer kosning fram með haustinu. En það er hins vegar rétt að þessi hliðrun þetta árið hefur það í för með sér að það verði ekki framkvæmdir vegna Betri hverfa þetta sumar. Og það er einfaldlega óhjákvæmileg afleiðing af þessar ákvörðun sem að var líka að hluta til rökstudd vegna þess að við vorum að bíða eftir úttektinni sem að dróst. Ég hef víst mjög stuttan tíma varðandi málskotsréttin. Ég tel mig að hafa rakið ágætlega að hann er til staðar. Ég var að útlista þá staðreynd og fagna henni. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið við að svara andsvari og þá er andsvörum lokið og háttvirtur borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka fyrir þessa umræðu Grensásveginn og fagna því að við séum að ræða þetta heildstætt út frá aðalskipulaginu, út frá því hvernig samgöngukerfi við viljum, en líka út frá peningum. Mér finnst sjálfsagt að ræða peninga í því sambandi og það er hins vegar ekki hægt að taka úr fjárfestingarvasanum og setja í rekstrarvasan. Sveitarstjórnarlögin leyfa það ekki. Ef það á að sækja meiri peninga til reksturs, þá þarf annaðhvort að auka tekjurnar eða spara fyrir því. Þetta veitum við öll. Þess vegna er lykilspurningin sú hvernig við ætlum að forgangsraða þá innan fjárfestingarinnar eða hvort við ætlum að rifa
fjárfestingarseglin bara almennt og hversu mikið. En það sem mér fannst einna áhugaverðast var að það virðist vera svolítið langt síðan við tókum umræðum aðalskipulagið eða hjólreiðaáætlunina, því hér segir til dæmis síðasti borgarfulltrúi sem flutti ræðu, Áslaug María Friðriksdóttir, að það vanti upplýsingar umferðina, hverju hún skilar, hvernig hún að þróast, hvernig þetta hangi saman og hvað með Landspítalann, hvaða áhrif hefur hann. Þetta er nefnilega meðal upplýsingarna sem lágu til grundvallar aðalskipulaginu. Aðalskipulagið er öðrum þræði heildstæð samgönguáætlun sem gengur út á það að breyta ferðavenjum heimilunum í hag, vegna þess að samgönguliðurinn er gríðarlega stór kostnaðarliður í heimilisbókhaldinu og næstur og eftir húsnæðiskostnaði, hærri heldur en matarkostnaður. Landspítalinn hefur verið rýndur bæði í tengslu við aðalskipulagið og í tengslu við deiliskipulag Landspítalans og sameining allra starfsemi undir merkjum Landspítalans og einn stað við Hringbraut hefur sáralítil áhrif í umferð. Ótrúlega lítil miðað við það sem að ætla mætti af umræðunni. Þar kemur ýmislegt til eins og til dæmis hvenær vaktir byrja, sérstaklega hjúkrunarfræðingum, en það er líka skiptir máli að starfsfólk spítalans býr nokkuð vel eða núverandi heimilið að liggja nokkuð vel við vinnustanum og starfsfólk Landspítalans er mjög tilbúið að breyta ferðavenjum en í það heila tekið þá dreifast heimsóknir þeirra sem heimsækja Landspítalann líka mjög vel yfir sólarhringinn. Þannig að ef að þetta væru byggðir fermetrar sem tengdist einhverju allt öðru, til dæmis atvinnurekstri eða íbúðum, þá verður umferðarsköpunin líklega miklu meiri. Þetta var bara örstutt Landspítalann og þessa almennu yfirlýsingu að vantaði upplýsingar. Ef einhvern vantar upplýsingar Grensásframkvæmdina og samhengið við samgöngumálin almennt, þá myndi ég vilja vísa í ítarlega Facebook-færslu fulltrúa Pírata í umhverfis- og skipulagsráði. Hún er mjög skýr og þó hún sé aðeins löng, þá ætla ég að leyfa mér að lesa hann í heild sinni. Með leyfi forseta. Af hverju að ráðast í endurgerð Grensásvegar? Hér er mitt svar sem áheyrnarfulltrúi Pírata í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar. Í því niðurskurðarferli sem borgin hefur gengið í gegnum síðustu vikur var ákveðið að minnka upphæðina sem árlega fara í lagningu hjólastíga úr 350 milljónum í 275. Hottklofi, munið, þetta var þegar við vorum að bæta meiri peningum í malbiksviðgerðir og gatnakerfið. Hottklofi lokast. Vert er að benda á að eknar ferðir Reykvíkinga eru það bil 500.000 á dag, tölurnar sem hér var kallað eftir, og meðallengd allra ferða er 3,23 kilometrar, en 76% þessara ferða eru farnar akandi. Flytjist 10% ökuferða yfir á hjól, fækkar eknum ferðum í borginni 50.000 á dag. Miðað við meðallengd hjólaferðar sé 2 kilometrar, eknar vegalengdir eru að jafnaði lengri, þá sparast 100.000 eknir kilometrar á dag á götum borgarinnar. Samfélagið myndi hagnast, hlustið nú, samfélagið myndi hagnast 4,7 milljónir króna á dag. Eða 1,7 milljarð á ári við þessa breytingu á ferðamáta. Sparnaður í útblæsti koltvísýrings verða samanskapið 20 tonn á dag eða 730 tonn á ári. Árið 1997 fór allsherjarnefnd Sameinuðu þjóðanna yfir stöðu framkvæmdaáætlunar fyrir staðardagskrá 21 og komst að þeirri niðurstöðu að næstu 20 árum væri samgöngur sá þáttur í heiminum sem krefðist mestrar orku og á sama tíma sá þáttur sem væri mest vaxandi. Núverandi þróun í samgöngum væri ekki sjálfbær og myndi hún leiða til umhverfis- og heilsufarsvandamála. Nefndin taldi mikilvægt að gripið væri strax til aðgerða líkt og samhæfð samgönguskipulags, styrkingu á samgöngukerfum, stuðningi við farartæki sem væri ekki vélknúin og stuðningi á frumlegum fjöldaflutningskerfum. Þessi vandi endurspeglast hér á höfuðborgarsvæðinu í aukinni
svifryksmengun NO og NO2, miklum hávaða frá stofnbrautum, auknum útblæstri gróðurhúsalofttegunda CO2 og slysum í umferðinni. Því skal haldið til haga að bílaeign höfuðborgarbúa einhver sú mesta í Evrópu eða 550 bílar á hverja 1000 íbúa. Í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar og svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins kemur skýrt fram að stefnt skuli að sjálfbæru samgöngukerfi með vistvænum ferðamátum. Til að útskýra betur hvað sjálfbært samgöngukerfi er gott að líta á nokkra punkta. Kerfi sem við setjum uppi með hér á höfuðborgarsvæðinu hefðbundið flokkunarkerfi, þar sem bíllinn í algjörum forgangi. Í dag telja slík kerfi úrelt eða business as usual. Þessum kerfum má lýsa svona: leggja áherslu á hreyfanleika og magn bíla, meira á hraðar, leggja áherslu á einn samgöngumáta bíla, skortir góðar tengingar milli samgöngumáta, lagar sig að og fylgir eftir skammtíma straumum og stefnum, skipuleggur og framkvæmir byggt á spá líklega eftirspurn, stekkar vegi til að bregðast við aukin eftirspurn, hundsar félagslegan og efnahagslegan kostnað, einangrar samgöngumannvirki frá umhverfinu, samfélaginu og byggðinni. Grundvallarmunur á þessu kerfi, business as usual, og sjálfbæru samgöngukerfi. En sjálfbæru samgöngukerfi má lýsa svona: leggur áherslu á aðgengi og gæði, nær og betra, leggur áherslu á ólíka samgöngumáta, leggur áherslu á samgang milli ólíkra samgöngumáta, leitast við að grípa inn í og breyta óæskilegri þróun, vinna aftur á bak frá fyrri sínum spá og eftirspurn, úthugsað og afráðið, stýra eftirspurn flutnings og hreyfanleika, reikna með öllum kostnaði við skipulagningu og ráðstöfun, leggja áherslu á að samþætta samgöngumannvirki við önnur svæði byggðarinnar. Ljóst segir svo í þessum pistli, að verkefni sem hér ræðir, endurbætur á Grensásvegi, fellur mjög vel að öllum þeim kostum sem sjálfbært samgöngukerfi þarf að búa við. Þar verið að minnka hraða akandi ökutækja og auka öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Aðstaða gangandi til að komast yfir götuna bætt stórlega, lagt mikið upp úr allri hönnun til þess að auka öryggi allra sem götuna ferðast. Suðurhluta Grensásvegar, svæði sem ræðir, aka í dag 9.000 bílar á sólarhring. Samkvæmt umferðarspám mun umferð suðurhluta Grensásvegar ekki aukast til ársins 2030, en sé miðað við markmið aðalskipulags Reykjavíkur breyttar ferðavenjur mun umferðin þar minnka. Viðmið fyrir 4 akreina götu, 2 akreinar í hvora átt, að minnsta kosti 20.000 bílar á sólarhring. Þannig mun gatan eftir framkvæmdir auðveldlega afkasta allri þeirra umferð sem hana fer. Það ekki að ástæðulausa íbúasamtök í hverfinu hafi í mörg ár barist fyrir því að gatan verið tekin í gegn og hægt verið á bílaumferð. Börn og unglingar þurfa að komast yfir götuna á hverjum degi til að komast í skóla og hafa mælingar sýnt að bílaumferð götuna nær 70 til 80 km hraða, gangstéttirnar að mestu orðnar ónýtar og svo mjóar að varla hægt að mætast á þeim, en hjólandi vegfarendur leita oft upp í gangstéttarnar vegna hraða bílana. Gríðarstórir ljósastaurar í dag staðsettir á miðjum gangstéttunum og minnka þannig svæði gangandi og hjólandi vegfarenda enn meir. Það ekki verið að umbylta allri borginni, heldur þetta ein gata. Ein gata sem 0,7 km af yfir 500 km löngu gatnakerfi borgarinnar. Róm var ekki byggð á einum degi. Það sem mun heldur ekki gerast með breytingar á samgöngum í Reykjavík. Við tökum breytingarnar í skrefum, litlum og stórum, en öll skrefin miða í átt að heilsusamlegri og öruggari borg, tilvitnun lýkur. Þetta held ég sé lengsta tilvitnun sem ég hef lesið upp í sölum borgarstjórnar, en mér finnst það þess virði vegna þess að þarna komið að kjarnamálsins frá fagmannesku sem situr á vettvangi inn í umhverfis- og skipulagsráði, hefur heildaryfirsýn, hefur tölurnar og upplýsingarnar sem kallað var eftir, og við þurfum í raun ekkert annað en að rifja þær upp. Vegna þess að grunnurinn að aðalskipulaginu, grunnurinn að svæðisskipulaginu, grunnurinn að hjólaáætluninni, grunnurinn að heilsustefnu borgarinnar, grunnurinn að því að við eigum
ötula talsmenn fyrir þessum breytingum sem hafa verið að reyna að ná eyrum allrar borgarstjórnar árum saman. Við hlustuðum öll fyrir örfáum misserum, við hlustuðum öll þegar við samþykktum hjólreiðaáætlunina, við hlustuðum öll þegar við töluðum umferðaröryggisáætlun, við hlustuðum öll þegar við settum Grensásveginn á 5 ára áætlun. Það er bara núna, þegar að framkvæmdin er komið, að einhver sér pólitískt færi í að reyna að taka snúning á þessu, setja þetta í samhengi við önnur mál sem er ekki framkvæmdir heldur rekstur. Við skulum tala þau mál og við gerum það hér á eftir. Við skulum ræða það hvort að matur sé grunnþjónusta, sem ég tel að vera. Við skulum ræða það hvort að einkavæðan, sem ég tel að sé óráðlegt. En við skulum halda þessu heildarsamhengi til haga. Hvernig við sjáum borgina þróast, hvernig við viljum að hún sé. Vitið þið af hverju ég nefndi það þegar það var spurt að því? Vitið þið af hverju ég nefndi þessa frétt frá nóvember pallbílinn sem vegna ómikil hraða rann til, lenti á öðrum bíl og síðan inn í garði? Ég nefndi það vegna þess að mér rann kalt vatn milli skinns og hörunds að lesa þessa frétt, vegna þess að hvað gerðum við síðasta sumar? Við frestuðum þessum nauðsynlegu aðgerðum sem kallað hefur verið eftir í mörg ár vegna umferðaröryggissjónarmiða. Við frestuðum þeim og ég gat bara ekki til þess hugsað að það hefði verið hægt að koma í veg fyrir þetta slys eða önnur slys, og ég get ekki til þess hugsað að við frestum þessu aftur núna. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu. 4 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa og verður tíminn því takmarkaður við 1 mínútu. Við byrjum á Áslaugu Maríu Friðriksdóttur. Ég þakka bara kærlega fyrir þessa ræðu. Og mér langar nú að svona fyrst að bara lýsa því yfir að ég er algjörlega með á því að vilja vinna að markmiðum aðalskipulags. Algjörlega. Og þetta var fínasta samantekt sem að hér var upp lesin. Hins vegar er ég að benda á, og ég held að ég hafi rétt fyrir mér, annars var ég nú ekki að tala það. En ég held við þurfum að bæta leiðirnar til þess að útskýra fyrir fólki hvort við erum að uppfylla þessar vörður. Við þurfum að varða leið, við þurfum að sýna, skilurðu. Þegar ég set hindrun á þessa götu, hvert fer umferðin? Fólk er ekki samfært það sem við erum að gera. Það er bara greinilegt. Við þurfum að grípa til einhverja annarra leiða til þess að sýna það. Og við þurfum að sýna hvernig umferðin á eftir að flæða. Nefnilega, það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að beina athyglina á að það verði í lagi með umferðina, þó við ætlum að sjálfsögðu að halda okkur við markmiðin að ná vistvænu samgöngunum upp. Borgarfulltrúi Áslaugu María Friðriksdóttir hefur lokið að veita andsvar, þá svarar háttvirtur borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara þakka fyrir þetta. Ég held að sé nefnilega mjög mikilvægt að muna eftir markmiðunum og standa vörð þau, og ég held að sé bara algjörlega rétt að það skorti stundum á að við komum þessu samhengi til skila, hvernig einstakar framkvæmdir eða einstök skref tengjast þessum stóra leiðangri. Við þurfum að varða leiðina og við þurfum til dæmis bara að koma út tölfræði upplýsingunum sem voru rakin hér fyrir nokkrum fundum síðan hinn ótrúlega árangur sem hefur leitt af aðgerðunum í Borgartúni, sem eru ótrúlega jákvæð fyrir umferðina. Varðandi einstakar framkvæmdir, þá er hins vegar hægt að reikna sig hálfa leið til helvítis ef maður gerir alltaf ráð fyrir því að umferð einkabíla haldi áfram að aukast og hljóta að fara eitthvað. En heildarhugsunin í aðalskipulaginu er einmitt að breyta kúrs, að gefa öðrum ferðamátum tækifæri, stytta vegalengdina milli heimilis og vinnu, þannig að við ferðumst öðruvísi, drögum úr umferðinni og allir græða. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og þá er því lokið, og næst
aftur kemur Tryggvi Harðarson og veitir andsvar við ræðu. Trausti Harðarson, fyrirgefðu, og veitir andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, borgarfulltrúar, þar sem þetta nú fyrsti fundur minn, þá var ég líka að prófa að vera með andsvar til borgarstjóra. En í ár tel ég að borgarstjóri og við hér þurfum að spara peningana. Fjármálin er ekki góð. Borgarstjóri vitnaði í ræðu sinni mesta bílaeign á Íslandi versus önnur Norðurlönd. Ég held að hljóti að vera skýring á því. Hér snjóar, rignir meira en í öðrum nágrannalöndum okkar. Hér er mikið slapp. Hér er bara 3-6 mánuði á ári ansi leiðilegt að vera eingöngu á hjóli, þó að ég geti líka tekið undir það sem borgarfulltrúi Áslaug var að segja. Við erum með hjólreiðastígum en þetta er ekki rétti tímapunkturinn. Takk. Trausti Harðarson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og þá svarar hv. borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, auðvitað þurfum við alltaf að gæta ábyrgðar í fjármálum, hvort sem það lítur að fjárfestingu eða rekstri, og það gerum við sannarlega, höfum alltaf gert, að minnsta hinn síðari ár, og það er verkefni sem við stöndum frammi fyrir núna. En eitt af því sem hefur reynst býsna snúið í því og hefur komið til tals hér í sölum borgarstjórnar og við höfum ekki fengið svör við, það er hvort að fulltrúi Framsóknarflokksins í Íþrótta- og tómstundaráði hafi lagt til 2 eða 3 knattspyrnuhallir mitt í þessum stóru verkefnum sem við stöndum frammi fyrir í fjármálunum. Því hefur ekki fengið svar við, þannig að það er gott færi að fulltrúi Framsóknarflokksins í ITR sé sjálfur til svara og geti fengið það fram vegna þess að við erum mjög oft að kljást við alls konar tillögur aukin útgjöld mitt í þessum verkefnum og leggjum ekki til annað en það sem er vel rökstutt, byggt á langtímaáætlunum og hjóluðaáætlun er ein þeirra. Hv. borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og þá er Halldór Halldórsson næstur til að veita andsvari við ræðu borgarstjóra. Forseti, góðir borgarfulltrúar, pólitískt færi, segir borgarstjóri. Ég segi forgangsröðun fjármuna og það er það sem við höfum sagt þeir borgarfulltrúar minnihluta sem hafa tjáð sig þetta mál. Forgangsröðun fjármuna. Og alveg eins og við bentum á fyrir ári síðan þegar við vorum að gagnrýna þessa ákvörðun þá, sem reynda var fresta af ykkar hálfu, og þá átti þetta nú að kosta 200 milljónir, ekki 170, að þá vorum við að tala að fjármunir mættu nýtast í annað. Við töluðum þá hólur í götum og ýmislegt fleira. Þetta snýst forgangsröðun fjármuna. Við segjum sem svo að því að hér var lögð mikil áhersla á að hér var að bætast á við hjólastígar og hjólaleiðir. Ég heyri nú á reiðhjólafólki sem stundar þetta mikið að þetta yrði ekki mikið notað. Það væri hægt að leggja á miklu skynsamlegri stöðun hjólreiðastíga fyrir þetta hverfi. Miðað við meðaltalskostnað þá getum við líka lagt 1,8 kílómetrin lengri hjólastíga heldur en með þessari aðferð þarna. Og svo eitt í viðbót við þetta, því að ég hef stuttan tíma hér í andsvar, að þá er það þannig að slysatalning 2007 til 2013 talar bústaðaveg frá Bústaðavegi að Miklubraut, Grensásvegurinn, 3 lítið slasaðir, 2 fyrir utan götu. Gatnamót Grensásvegar og Miklubrautar hins vegar þarna rétt fyrir neðan, þar á árunum 2010 til 2014 19 slys. Þannig að hér erum við annars vegar að tala Grensásveginn, þar sem eigi að taka hann fyrir vegna slysahættu, en það er ekkert verið að tala hættulegustu gatnamót á Íslandi sem eru við endan þarna, Miklubraut Grensásvegur. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn,
Slys tengjast oftast hraða, þau gera það líka á gatnamóti Grensásvegar og Miklubrautar og við höfum verið með hraðan á Miklubraut á dagskrá og það mun ekki standa á núverandi meirihluta að skoða breytingar þar á til þess að draga úr þessum slysum. Varðandi forgangsröðun fjármuna að þá erum við líka alltaf til viðtals það og ég hóf þessa umræðu að spurja framsögumann minnihlutans Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúa einmitt að því hvort að það mætti skilja þessa umræðu þannig að sú þverpólitíska sátt sem var það að setja aukið fé til endurgerða gatna og malbyggunar sem vissulega hluti af þessari aðgerð á Grensásveginum, hvort að Sjálfstæðisflokkurinn vildi draga þar aftur úr eða hvort að það að blanda fjármálum inn í þetta væri bara til þess að í raun draga fjöður yfir það að það var það að hjólastíga væri hluti af þessu verkefni sem að ylli því að einhverju vera á móti því, sem sagt ekki vera hér í umræðinni, nú eða þá þrengingin úr 4 akgrunum í 2 sem hlýtur þó svona rekstralega að vera skynsamlegt ef það þarf ekki þessar 4 ekki samt. Og það endurspeglast í því að hugmyndir Sjálfstæðisflokksins af breytingum á götunni komu ekki vel út úr kostnaðarmati. Það reyndust bara býsna dýrar. Því að þar var verið að reyna að halda í þessar 4 akreinar. Hv. borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og þá síðust til að veita andsvar borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla að reyna að ítreka það sem hefur komið feitna fram í ræðum fyrir í dag frá borgarfulltrúa minnihlutans. Þetta snýst forgangsröðun fjármála. Þetta snýst ekki það að við í minnihlutanum séum á móti hjólreiðaáætlun eða öryggismálum eða neitt slíkt. Þetta snýst það að borgin á að geta pening. Hún þarf að forgangsröða hvort sem það rekstrakostnaður eða fjárfestingakostnaður. Og það bara einhvern veginn ekki sannfærandi þegar borgarstjóri kemur hérna upp og segist ekki geta bara varla til þess hugsað að þegar bíllinn keyrði á grindverkið að við hefum getað komið í veg fyrir þetta. Þegar borgarstjóri, það hefur ekki annað sést hérna en á fundu borgarstjórnar að hann var nú ekki svona miður sín þegar að neyðarbrautin var notuð í kringum áramótin. Þannig að allt svona tal einhvern veginn bara út úr kortinu. Auðvitað eru allir sem að vilja hjólreiðastíga. Það hefur margoft komið fram. Það vilja allir umferðaröryggi. Borgin á bara ekki pening. Það þarf að forgangsraða. Þetta ekki það sem að liggur mest á hjá borginni. Og vonandi, mér finnst æðislegt ef að 10% borgarbúa vilja hjóla. En bara veðrið þannig að það ansi langt í það. Og það ákveðin hópur sem hjólar og það eru miðaldra karlmenn frekar vel á sig komnir. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið að veita andsvar, þá svarar andsvari hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, við stefnum reyndar hraðir í 10%. Og því að hjólreiðar hafa aukist mjög mikið. En þetta mál að kristallast. Við erum öll sammála hjólreiðaáætlunina og aukna áherslu á hjólreiðar. Við erum líka sammála umferðaröryggismál. Við erum meiri segja sammála það að sumar gangstéttar og sumar götur séu komnar í þannig ásigkomulag að þurfa að taka þær í gegn og að Grensásvegur sé þeirra. Þannig að mér sýnist við í raun vera orðin sammála 80–90% af þessu verkefni. Það eiginlega hugsanlega bara svigrúm til þess að rífast það hvort það að færa ljósastöðrana þannig að það sé ekki á miðjum gangstéttum og út á miðri götu. Ég held að þessi umræða hafi eins og góð umræða getur stundum gert, bara kristallað að þó að annað hafi verið svona látið að liggja í fjölmiðlum og opinberri umræðu, að þá ekki svo langt á milli áherslna hér í borgarstjórn. Þetta góð og skynsamleg framkvæmd. Það deilt það hvort þetta sé rétti tíminn til að fara í hana, en þá finnst mér verða að svara því, bíddu nú við, ef að þetta svona, þá eitthvað annað eins og til dæmis auka fjárveitingarnar sem við settum inn í malbygg og endurgerð gatna sem við erum núna meðal annars að nota sem að á þá að taka líka til endurskoðunar eða þetta bara umræða, sparnaðarumræða sem snýst Grensásveg? Hv.
Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti borgarfulltrúar, ef að borgarstjóri hefði nú hlustað á byrjun á ræðunni hjá mér, þar sem ég sagði strax í byrjun, mál þetta snýst forgangsröðun fjármuna. Borgin á ekki pening. Þetta ekki forgangsmál. Það annað sem þarf að huga að. Ég hef aldrei sagt ég sé á móti þessu framkvæmdum. Þetta ekki rétti tími. Ég vona að borgarstjóri átti sig núna á því sem ég búin að vera að segja hérna margítrekað. Þetta snýst forgangsröðun fjármuna. Á sama tíma og starfsmenn borgarinnar eru hérna fullu að finna hluti til að skera niður, að þá ætla meiri hluti borgarstjórnar að fara í þetta verkefni. Biðlistar eru langir út alla borg fyrir grunnþjónustu. Þetta getur ekki verið á forgangslistanum þegar fjármál borgarinnar eru rúst. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvar öðru sinni háttvirtur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, við eigum að passa upp á hverja krónu. Það alveg hárrétt. Við eigum að forgangsraða skynsamlega og þannig að það sé hægt að fara rök fyrir því. En við færum heldur ekki á milli fjárfestinga og reksturs. Við bara megum það ekki samkvæmt sveitarstjórnarlögum og við verðum að halda þetta til haga í umræðinu hér líka. Þannig að við erum þá að velja milli þessa verkefnis eða knattspyrnuhúsanna 3 eða sundlaugarinnar sem að vera að boða hálfu fulltrúa Framsóknarflokksins í staðinn fyrir þetta verkefni hér í dag, eða þá auka peningar sem við settum í malbyggun og viðhald og götum. Þetta eru atriðin í fjárfestingunni sem við höfum úr að spila. Í rekstrunum að ef við viljum auka í hann, þá verðum við annaðhvort að auka tekjurnar eða spara fyrir því. Og þetta nú bara sá veruleiki sem við erum að glíma í fjármálum sveitarfélaga, í Reykjavík eins og annar staðar. Og við getum ekki vikist okkur undan því með því að gera okkur í hugarlynd, að með því að sleppa okkur í fjárfestingu, getum við aukið við í rekstri. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið að svara andsvar og þá andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, þetta orðið nokkuð löng umræða tillögu sem eru 2 setningar og margt sagt og sumt færið í hringi. Það nú alltaf svolítið gaman að því þegar að kemur að lokum svona umræðu sem svolítið þreytt og erfið. Fyrir þá sem að þekkja til og hafa setið hér oft, þá endar það alltaf á því að borgarstjóri kemst að því við séum bara öll sammála. Við séum bara búin að tala okkur inn á það að vera öll sammála, eins og hann gerir núna. Og það bara stórfínt, þannig að ég reikna með því að þið auðvitað samþykkið þessa tillögu, borgarfulltrúar meirihlutans, að því við erum öll sammála, eins og borgarstjóri hérna segir. Og við erum auðvitað öll sammála langflesta hluti sem betur fer. Ég ætla kannski aðeins að fara svona yfir sumt af því sem hérna kom fram. Það olli mér náttúrulega talsverðum vonbrigðum þó að borgarfulltrúinn Skúli Helgason færi hérna yfir bara mjög vel yfir sínar hugmyndir samgöngumál og það get ég auðvitað verið margt sammálunum, svo við komum aftur það hvað við getum sammálum, og að framtíðin hún byrji skauti sem mörg vandamál sem við þurfum að vinna úr. Við breytum því ekki að umferð mun aukast og það bara í fréttum alltaf annars slagið að umferð meiri á síðastliðnu ári heldur en hún hafði verið frá árinu 2007. Þannig það og ekki mun hún minnka við það að ferðamönnum mun fjölga af því að stór hluti ferðamanna sem hafa sagt að það sé þriðjungur nota bílaleigubíla og ferðast borgina okkar og við verðum auðvitað að taka tillit til þess. Mér þótti miður að borgarfulltrúinn talaði hins vegar ekki skólana. Ég talaði skólana en hann talaði ekki skólana. Það nefnilega svo að þegar að svona breytingar verða eins og það að umferðarflæði takmarkað, þá verður það bara óumflýjanlegt að þeir ökumenn sem að sjá það að þeir ná að komast heim til sín fyrr eða til vinnu fyrr með því að fara aðra leiðir, heldur en að fara í þessu tilfelli Grensásveg, þá gera þeir það. Þá aka þeir og þá íbúðagötur, þar sem að börn eru að leik, þar sem að börn telja sig vera óhult, eru á sínum hjólum eða í fótboltaleik eða annað slíkt.
Við sáum þetta náttúrulega á Hofsvallagötu þegar að hún var þrengd tíma að þá jókst umferðin Melana og Hagana. Það var bara talið og það var niðurstaðan. Ég sem býð þarna bara sá það. Það bara leyndi sér ekki að umferðin jókst. Og það er það sem gerast þarna. Ekkert umferðarmódel, engin umferðarspá þetta hefur verið lögð fram. Bara ekki neitt. Og það talningar sem hérna eru taldar vera á Grensásveginum og fullyrðingar það hvað margir bílar aka þessa götu, það byggir ekki á talningum. Ég vona að enginn sé að halda það byggir ekki á talningum. Það er engin staðið þarna á talið, hvert bíl fyrir sig. Þetta byggir á svoköllum sniðtalningum eða útreikningum, verkfræðilegum útreikningum á umferðinni. Og kannski eru 9.000 og kannski eru 10.000, kannski eru 11.012, ég veit það ekki. Eitt þó nokkuð víst, að við erum ekki að ná 10% notkun hjóla í Reykjavík. Og þó að Dagur B. Eggertsson borgarstjóri telji að svo sé, þá held ég að við þurfum ekki annað en bara svona lítið kringum okkur og kannski líka kíkja á þennan eina teljara sem þó til á notkun hjólreiðastígs við Suðurlandsbraut. Ef við segjum þarna teljari og tökum þá umferð sem þarna á leið og berum það saman, þá notkun reiðhjóla 1%. Það getur vel verið að notkun hjólreiða séu 4% og ef hægt að auka það, þá höfum við alltaf sagt að það væri fínt og við myndum styðja það. En það eru ákveðnar takmarkanir á því. Það eru ákveðnar takmarkanir. Eins og framkom í máli annars borgarfulltrúa hér á undan, þá það Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur borgarfulltrúa, þá það nú einfaldlega svo að þeir sem að nota hjól aðallega karlmenn á besta aldri, svona nokkuð góðum efnum, vel menntaðir, það þeir sem að nota hjólin. Og barnafólk sem að þarf að koma börnunum til dæmis í leikskóla á morgnana eða sinna einhverjum erindum á erfitt með að gera það á reiðhjóli. Það bara staðreynd og við getum ekki neinum breytt það. Við getum haft áhrif á það en við getum ekki breytt neinum. Ég held að þær breytingar sem við getum vænst einhvers af eru auðvitað þær breytingar sem eru bara það bil að skella á að ég held í framleiðslu á ökutækjum sem eru rafknúin og sem eru sjálf akandi. Þetta verður þá svona meira eins og litlu skeljarnar sem sitja í þegar þeir fara á toppina á fjallinu og eru á leið á skíði. Það held ég að sé framtíðin og þar með hægt eflaust að nýta göturnar miklu betur. Það einfaldlega svo að það eru lífsgæði fólgin í því að umferðin streymi áfram. Það eru lífsgæði því að þurfi ekki að hanga í bíl í langan tíma á leiðinni upp í Breiðholt eða Grafarvog úr vinnunni eða þá niður í vinnunni á morgnana. Það eru lífsgæði fólgin í því. Allar borgir, Reykjavíkurborg ekkert undanskilið því, verða að vinna úr þessum málum eins og best geta. Og það algjörlega rétt hjá borgarfulltrúanum Áslaugu Friðriksdóttur, Áslaugu Maríu Friðriksdóttur, að þar mun Landspítalinn skipta miklu máli. Og það hugmyndur það að viðbót, bara meðferðarkjarninn, 58.000 fermetrar. Þetta meira heldur en Kringland. Og að það mun ekki hafa áhrif á fjölda þess fólk sem á leiðin á svæðið óraunhæft. Algjörlega óraunhæft. Og viðbyggingarnar sem þarna verða á skömmum tíma, áttu nú reyndar að vera komnar nokkuð langt árið 2017, verða 100.000 fermetrar. Halda með það að sjúklingar séu inn á í þessum byggingum og enginn til að sinna þeim. Eða þá bara engir í þessum rúmum. Það ekki þannig. Það mun ekki gerast þannig. Og það ástæðan fyrir því, fyrir þá sem að það muna, að við gátum ekki samþykkt það að Landspítalinn yrði stækkar á þessum stað vegna þess að engar mótvægis aðgerðir voru á borðinu til þess að tryggja það að umferð gæti fara þarna til og frá spítalanum. Það öryggisatriði. Það öryggisatriði fyrir sjúklinga að komast á spítalann á sem stystum tíma, en það líka mikið hagsmunamál fyrir þá sem annarkvort vinna eða búa í Vesturbænum, að þann sé ekki lokaður af með þeim hætti sem gerast þegar spítalinn kominn á fullan stað. Þess vegna alveg rétt hjá borgarfulltrúanum að þveranir á milli þessara helstu umferðaræða skipta miklu máli, en þá skiptir einnig miklu máli til það sem við vorum að leggja hérna fram og höfum hafið umræðu að það verið gert ráð fyrir því að Miklabraut til dæmis fari í stokk. Það skiptir bara mjög miklu máli og með því rækt með mjög litlum, ekki litlum tilkostnaði en án þess að það mikil áhrif á umhverfið,
að gera til dæmis gatnamótin Kringlumýrarbraut og Miklubraut mislæg, þannig umferðin geti farið þau tafalaust. Og þannig auðvitað verðum við að hugsa þetta. Ég vil nú bara minna á það að þetta ekkert einkamál Sjálfstæðisflokksins. Hvað var það kallað í einhverju bloggi? Kapítalíska Sjálfstæðisflokksins held ég hafi staðið einhverju síðu Facebook bara í dag. Eða haft eftir einu borgarfulltrúa hér í ræðustól. Sko, það hefur ekki verið forgangsmál hjá okkur. Ég vil bara benda á það að R-listinn sálu í, og það er nú einn borgarfulltrúi sem var nú hluti af honum, sem borgarstjóri í dag, var með þetta á stefnuskrá sinni, einmitt að tryggja flæði umferðarinnar með mislægum gatnamótum þar sem að það átti við. Það er nú bara þannig við getum bara þakkað R-listanum fyrir það. Síðan breytast þessar áherslur því miður í þá átt sem hefur nú ekki gefist vel því miður. Það var ágætt að heyra þessa yfirferð á Facebook síðu Sigurborgar Óskar Haraldsdóttur sem situr með okkur í umhverfis- og skipulagsráði og kemur margar ágætar hugmyndir þar inn. Ég bara gæti alveg fjallað þetta fram og tilbaka en hún er ekki viðstödd hér og það veit auðvitað borgarstjóri og þess vegna ætla ég ekki að fara að tæta þetta í mig, það sem hún segir. Mér finnst margt af þessu bara mjög fínt, það sem hún lætur frá sér. Ég sé að það er svona aðallega meira hluta fólki hér í borgarstjórn sem hefur verið að fylgjast með þessu og læka þetta. Það er bara ágætt líka. Það að halda því fram eins og hér kom fram áðan að þetta sé eitthvað upphlaup núna er náttúrulega bara eitthvað sem er þá orsök einhvers mikið skammtíma minnis vegna þess að þessi umræða fór fram akkurat fyrir ári síðan. Þannig að þetta er ekki nýtt mál. Við höfum áður bent á þetta en núna skiptir miklu máli að það eru ekki til peningar. Og ef það þarf að gera breytingar á fjárhagsáætlun og færa á milli liða nú þá er það eitthvað sem verður bara að gera og fara í. Það er ekki aðalmálir. Ef peningurinn ekki til, þá er peningurinn ekki til. Og að því að borgarfulltrúinn, Hjálmar Sveinsson, hafði nú áhuga á því að hjólreiðaáætlun hafi verið samþykkt árið 2010, þá vil ég nú benda á það að í fyrra, svo ég endurtaki það sem ég sagði áðan, mun stefna í að halli borgarsjóðs verði svona í kringum 13 milljarðar. Og hann var 2,8 árið áður og ég sagði þetta sama áðan. En árið 2010, hver var niðurstaða borgarsjóðs, rekstra borgarsjóðs? Man borgarfulltrúinn það? Það var 1,5 milljarður í afgang. Þannig að það skipti bara verulegu máli og þetta var nú reyndar síðasta árið sem Framsókn og Sjálfstæðisflokkur voru hér í meiri hluta í borgarstjórn. Síðan breyttist margt í kjölfarið, alveg beinustu leið niður. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Já, ég get ekki stilt mig að koma hérna að þessu upp af því að það var nefnt hérna, borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson, hann nefndi hérna sjálfakandi bíla og það er náttúrulega mjög áhugavert og verður gaman að sjá svona hvaða áhrif það mun hafa til lengri tíma, sjálfakandi bílar. En reyndar sjálfakandi bílar, þeir taka auðvitað líka pláss og það er spurning, svo er spurning hvort að til dæmis strætisvagnar verða kannski keyrðir af vélmennum eða hvort að gervigreind verður á einhvern annan hátt notuð til þess að stýra almenningssamgöngum og hvort að það gerir almenningssamgöngur svona enn greiðan en það er í dag. Ég held nú reyndar því miður að það sé ekki alveg komið að því að sjálfakandi bílar verði almenningseign. Það þarf ýmislegt að breytast fyrst, bæði löggjöf og auðvitað frekari tilraunir og svona. Og ég hef nú stuttan tíma núna, þannig ég kannski tek nú til máls hérna á eftir varðandi það. En ég með, það er auðvitað stærð bílana skiptir auðvitað máli. Hérna til dæmis mynd af svona Google sjálfakandi bíl sem er auðvitað bara svona lítill nettur tveggja bíl og það myndi auðvitað muna miklu ef að þessir bílar væru hér í miklu meirihluta, væru drifnir af rafmagni og keyrðu sjálfir og þeir taka auðvitað talsveit mikið minna pláss heldur en
heldur en stærri bílar en taka pláss enga síður og krefjast töluverða umferðarmannvirkja. Og svo þetta rétt að halda því til haga að sko miðaldra karlar sem hjóla í stað þess að aka einir á stórum jeppa, þeir spara þetta líka heilmikið pláss fyrir barnafólkið sem að þarf að vera á litla fjölskyldubílnum sínum að skutla krökkunum. Og það er auðvitað mikill ávinningur í því enga síður. Það er að segja hver miðaldra kall sem á stóran jeppa og ákveður að nota hjól 2-3 í viku í stað þess að fara á bílnum sínum, hann auðvitað að gera samfélaginu heilmikinn greiða, bæði sér og öðrum. Þannig að mér finnst svo mikilvægt að halda þetta til haga að þess ekki gert lítið úr því, sko, það skiptir í sjálfs ekki máli hvaða þjóðfélagshópur það er sem ákveður að nota hjólið sem samgöngumáta eða strætó. En ég tek kannski hérna aðeins til máls á eftir varðandi sjálfakandi bílana ef gefst ekki verið til. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið við að veita andsvar og þá er andsvörum lokið og forseti gerir 20 mínútna hlé á fundi vegna matar.